Það bara þannig að þú stofnar fyrirtæki fyrr eða síðar kemur að því hvort sem það í byrjun eða eins þegar þú komið lengra það verða einhverjar áskoranir og lífið ekki bara kampavín og kaviar eins og margir halda sem að þegar horfa á eitthvað dregstur þetta ekki bara kampavín og kaviar bara. Þetta bara vinna og þegar það verður erfitt og þér finnst þú vera að takast á eitthvað sem að þér kannski ofviða það líka að bera þetta sama bara í íþróttum þú ert að keppa leik og þú ert algjörlega búin eða út ykkur hlaupi og þú bara átti ekkit meira inni þá verður að geta sótt í einhvern innri drifkraft til þess að geta klárað þetta og það erfitt þetta ár eftir ár erfitt, skilur, þú ert ekki bara í hlaupinu sem þú veist að ef þú þraukar þetta í 30 mínútur upp og þá þetta bara búið þú getur farið heim að sofa, þú ert kannski búin að vera í 2-3 ár í einhverju sem að bara hrikalega erfitt og þá náttúrulega til þess að bara geta haldið áfram þá verður að það allavega, nú ég að tala fyrir sjálfa mig þá verður maður að hafa eitthvað bara að maður trúi því að þetta sé svo geggjað sem maður að gera að það skiptir engu máli og þetta sé svona erfitt og það skiptir engu máli og þetta ekki hafa neitt upp úr. Góðan daginn, kæri hlustendur og velkomin að tækjunum. Ég hvet ykkur til þess að subscribe eða fylgja þættinum í podcast appinu eða á Spotify eða bara hvar sem það sem þið neytið þáttana. Svo eru áskrifendur á Patreon að sjálfsögðu með sinn eigin link á podcastið þar sem þættirnir koma fyrr inn en fyrir hina óbreyttu hlustendur. Þið getið farið inn á patreon.com/snorribjorns eða snorribjorns.is til þess að gerast slíkur heiðursmeðlimur podcastins. Fyrst og fremst vil ég samt halda viðtölunum opnum sem flestum og guði sér lof því að þátturinn í dag frábær. Endalausar þakkir til Helga Rúnars fyrir að koma hingað og segja sína sögu. Helgi Rúnar Óskarsson í dag líklegast þekktastur fyrir störf sín hjá 66° Norður. Hann keypti fyrirtækið ásamt Bjarneyju konunni sinni og tók við sem forstjóri árið 2011. Tekjur fyrirtækisins hafa tvöfaldast árunum 2011 til 2018 en sama árið 2018 keypti Mús fjárfestingarsjóðurinn tæplega helmingslut í fyrirtækinu að andvirði 4 milljarða króna. Árangur í viðskiptalífinu þetta alltaf eftirsóknar og aðdáunarverður og sérstaklega í ljósi þess að Helgi & Co með eitt elsta og verðmætasta vörumerki Íslands í höndunum. En ég get ekki beðið eftir því að leyfa ykkur að heyra söguna af ferlinum hans Helga, hvernig þetta byrjaði, hvaða markmið hann setti sig sem ungur maður og hversu ötull hann að skora á sjálfan sig, fræðast, hreyfa sig og í rauninni bara halda sér á tánum, hvort sem að það í einkalífinu, fjölskyldulífinu eða viðskiptalífinu. Þannig að ég mjög hugsaði þessu og þá fer ég að skoða sjálf á mig og þá fatta ég bara það ég bara algjörlega búin á því þreytu og talandi þessu orku og þetta og ég hugsaði með mér, það eitthvað að og hvað að og þá komst ég að þeirri niðurstöðu að ég var ekki að æfa og ég var einhvern veginn alltaf að telja sjálfur með trúið það að hreyfing væri mikilvæg en svo þegar það þið ákveðið svona álag á manni þá hefði maður ekki tíma í þetta, þá bara sleppti maður æfingum kannski nokkra vikur og svo gott þessar vikur eru kannski nokkra mánuðir þannig að það var svo brjálæðislega mikið að gera og það sem fór að gera sem mér að þá minnkar orkan mín og ég get ekki gefið að mér og ég get ekki gert það sem ég vil gera og þá bara tók ég ákvörðun og ég sagði bara, heyrðu, nú ætla ég aldrei aftur á lífsleiðinni að lenda í þessari stöðu og ég ætla að lofa sjálfum með því, ég muni aldrei æfa sjaldnar en 3 í viku það sem eftir ævinar. Mér langar að spila miklu fleiri stuttar klippur úr viðtalinu í þessum inngangi en þið sporðrenni bara öllum þættinum og fáið sögurnar af kynnum hans við Tomma á búllunni, útvarpsferlinum, vonbrigðunum sem fylgdu rekstrinum á Subway í Danmörku sem hann fór út í aðeins 28 ára gamall, Evan sem læddist að honum og höggið sem kom á sjálfstraustið í kjálfarið, hvernig hann og Bjarney konan hans lögðu allt undir við kaupin á 66° Norður. Þau seldu meðal hans heimili sitt til að fjármagna kaupin og fluttu 8 sinnum á sínum 8 árum á leigumarkaði. Og sömuleiðis innsýn inn í hugafærið hans. Ég meina, það ekki margir 25 ára einstaklingar á 9. áratugnum að setja sér það markmið að vera 100 ára og það gefur vísbendingu hvers konar karakter gestur þáttarins Hann heltekinn af tímastjórnun, bókalestri, hvort sem það ævisögur, bækur mataræði, uppeldi, heilsu, hreyfingu, bakverki og öllu því sem tengist í að bæta sjálfan sig. Helgi leggur upp með að leita alltaf til fólk sem veit meira það sem hann að gera en hann sjálfur og nýta sér vitneskju þeirra til að ná lengra. Eftir langan viðskiptaferil sinn þá ég honum mjög þakklátur fyrir að koma hingað, setjast niður og gera slíkt hið sama fyrir hlustendur þáttarins. Þið getið lagt til nokkra 100 kalla á mánuði gegnum Patreon og gest henni styrktaraðalar þáttarins eins og ég nefndi hérna í upphafi. Þið farið inn á snorribjorns.is eða patreon.com/snorribjörns.
Áskiptaleðarnar veit ykkur ýmis fríðindi, aukaefni og snembúin aðganga þáttunum leið og þau verða til, en fyrst og fremst gerir það mér kleift að halda áfram að leita upp í fólk eins og Helga og tæla það í stúdíóið. Þessi þáttur í boði upplýsingatækni fyrirtækisins Origo og hamborgarabúlu Tómasar. Tommi á búlunni virðist alltaf koma fyrir í ansi mörgum þáttum hlaðvarpsins, ekki bara viðtalinu sem ég tók við hann sjálfan í þætti númer 11, ef ég mann rétt. Mæli með að hlusta á þann þátt, einn af mínum uppáhalds, enda Tommi sjálfur geggjaður karakter og mikill heiður að hafa hamborgarabúluna sem styrktaraðala þáttarins. Að gera að grípa sér hamborgar á næstu búlu. Nýjasta búlan er staðsett á bílastæðinu í Skeifunni, þar sem búlubílnum er parkerað eða lagt og ég meina hverju ég ekki að mæla með. Steikaborgarinn, klassísku búluborgari, kongaborgari, grænmetisborgarinn, þetta allt gott. Franskar og bernesósa með þessu. Væri gaman að fá fleiri til að sína koktelsósunni reyndar þá virðingu sem hann á skilið, en ég meina allt gengur. Takk fyrir að hlusta og vonandi njótið þáttarins. Helgi Rúnar Óskarsson, gjörið þið svo vel. Fína græjur, maður. Já. Þetta er eitthvað annað gamlu mixerandi sem að vera að menna með henni Kanada. Þú náttúrulega ert reynslubolti. Gríðalegur reynslubolti. Við erum byrjað að rúlla, segðu mér, þetta er ekki fyrsta skipti sem á sest fyrir framan mikrofón á æfinni. Nei, ekki alveg. Þetta var alveg svona draumurinn, sko, það var að komast fyrir framan mæk. Á hvað, títursaldrið eða ekki? Jú. Þú fórst að vinna í útvarpinu? Já. Bylgjan fyrst, Já. Stjarnan svo, Já. Blessu sem minningarnar. Einmitt. Og síðan aftur yfir á Bylgjuna eða ekki? Jú. Hvernig kom þetta til? Hvað varst að gera á þessum aldri? Ég hef náttúrulega alltaf haft gríðalega áhuga á tónlist. Já. Og mér langaði alltaf svo að komast í útvarp vegna þess að þetta var bara áhugamál hjá mér og það var eina útvarpsstöðin á Íslandi var Rás 1 það var ekkert annað og svo kom Rás 2 og það var náttúrulega bara jólin og ef ég man rétt það var þannig að hún var í loftinu frá 10 til 12 á móndana og svo 24 eða 26 eða eitthvað og þegar Rás 2 er að fara í lofti þá náttúrulega sæki ég strax ég langaði að komast að og vera með þátt og þá náttúrulega fór maður að tók upp spólu og spilaði lög og bara bjótir útvarpsþátt og sendi inn og þá var það var umsókn bara já, ég sótti bara og kom bara mætti sjálfur til Þorgeirs Ástvaldssonar sem var aðalmaðurinn og rak Rás 2 og startaði Rás 2 og gerði það mjög vel og en svo einhvern veginn þá fekk ég ekkert starf en gaf þetta ekki upp á bátinn og svo þegar Bylgjan er að fara í loftið það er hann í ágúst 1986 segir maður rétt þá sæki ég aftur og fæ vinnu þá er ég svona 19 eitthvað svolítið. Þetta er í fyrsta skipti sem ríkið fær samkeppni í útvarpsbransanum. Já, þá er komin ný útvarpslög og þá mega menn setja útvarp í loftið löglega. Menn hefur náttúrulega verið að gera þetta eins og útvarpsmenn eins og til dæmis Jón Axel sem er nú ennþá í loftinu og hann var búinn að vera með stöðu sem að var svona ólögleg þannig en ég meina við gengum margir með hennar draum í maganum okkur langaði að vinna í útvarpi og ég ákveði að sækjum á Bylgjunni fæ starf þar og er með fyrsta vinsældalista Bylgjunnar einmitt og það var mjög skemmtilegt því að maður var mikið að spá í því sem var vinsælast og búin að fylgjast með öllum þessum vinsældalistum í þú veist frá því maður bara 11-12 ára gamall og skrifaði þetta allt niður í hverju einustu viku algjörlega svona bara þetta var lífið snýrist um tónlist algjörlega frá A til Ö og núna situr fyrir fram á mig sem eigandi og forstjóri 66 gráður norður og þú ert búin að staldra ansi víða við frá því að þú varst útvarpsmaður mér langar aðeins að forutnast sko, hvaða karakter varstu þarna í útvarpinu á þessum tíma, ég meina að þú veist varstu mikið að trana sjálf við fram þarna eða snýrist þetta bara um tónlistina eða langaði það svolítið í aðteklina? Þetta snýrist fyrst og fremst um tónlistina og ég man að ég var svo hræddur við þetta og ég var svo stressaður og áður en ég fyrir í gang með þennan vinsældalista þá man ég alltaf eftir mjög svona það var þannig að Páll Þorsteinsson sem var svona einn reyndasti og að mínum að þetta er einn besti útvarpsmaður sem við Íslendingar höfum átt
að hann býður mér að koma í svona kvöld þátt. Þá var ég nýkomin semst frá útlöndum og þessi vinsællalisti sem ég átti að fara í loftið með var á dagskráni semst eftir einhverja daga og hann ætlaði svona að gefa mér tækifæri til að hérna koma og tala í hljóðnum hann áður en að ég færi í loftið með minn eigin þátt og hugmyndin var semst svo að ég var búin að vera út í útlöndum út í Evrópu, hafði keypt fullt af plötum og átti svona að koma í heimsókn í þáttin til hans og spila svona það nýjasta sem var í gangi í heimi og við sittum ekkert ólíkt því sem við sittum hérna þar sem að ég sitt svona beint á mótunum og þá voru menn alltaf bara með vínilplötur og ég með einhverja plötur og Páll situr einhverja hérna plötufónin og svo spyr Palli, Helgi, hvað segirðu? Hvað nú að gerast í heimi og hvað ætlar að spila fyrir okkur? Og ég maður það bara, ég fekk bara svona rosalega hjartslátt og ég kom ekki upp einasta orði og Palli náttúrulega mjög vanur og bara svona fyllir í eyðurnar og setur svo lagið á og svo slökkum við á hljónum og hann sé hvað að Helgi minn? Og ég segi bara, ég get þetta ekki Veist, ég hef ekki kjark í þetta allt og erfitt og þá bara já, peppaði mig upp og hvatti mig áfram og sagði þetta erfitt fyrst og verður ekkert að láta áhrif á þig og ég skal hjálpa þér í gegnum og þú þarft ekki að segja mikið og tók svona 1 og 1 skref og hjálpaði mér svona út fyrir þægindarhringinn og til að gera langa sögustutta þá svona fórum mér að líða betur og lókum þá setti ég þennan vinsældalista í gang og sáum hann í tæft ár, fyrsta árið á bylgjunni og svo var Stjarnan stofnuð þannig að sem sagt vorið eftir 87 og við Jón Axel vorum búin að vinna saman á bylgjunni og Jón einn af stofnendum Stjörnunar með Þorgeiri Ástvalds og Gulla Helga og Ólafur Laufdal og Jón Axel býði mig vinnu á nýju stöðinni og mér fannst það spennandi og þar fekk ég að vera í loftinu alla virka daga og var með þátt þar í einhvern tæp 2 ár frá 1 til 4 minni mig, alla virka daga Og er þetta ekki bara snemma á 20-aldrinum með? Jú, þannig ég raun og veru útskrifast bara menntaskóla og man einmitt eftir að stöðum var að fara í loftið og það var útskriftahópurinn úr menntaskólanum við Sund þar sem ég útskrifaðist var einmitt að fara í ykkur útskriftaferð og ég náttúrulega fór ekki í útskriftaferðina því að þetta var náttúrulega bara draumur lífsmíns að rætast. Komin í framtíðarstarfið Já, ég vissi reyndar að það væri ekki framtíðarstarf fyrir mig. Mér langaði bara ofboðslega mikið að vinna við þetta í einhver tíma og fá svona útrás fyrir þetta. Okay. Þannig að svo ég svari spurningunni nei, þetta snýrist ekki um það mér langaði eitthvað sérstaklega ykkur athygli ég elskaði tónlist og mér fannst ofboðslega og finnst ennþá ofboðslega gaman að hlusta tónlist og spila tónlist fyrir aðra og þetta er bara eitt af því sem ég elska að gera og þannig fekk ég útrás fyrir það Það er náttúrulega svolítið fyndið, ég fann viðtal við þig hérna í einhverju tímariti á þessum tíma, það sem voru 21 árs stemmir ekki á þessir 21 árs að vinna með þetta jú. Og þá ertu þá talar að þið langar svolítið að eiga þitt engalíf í friði, þú getur ekki unni í sjónvarpi út að þá er andlitið þitt allstaðar því þótti voða gott að geta bara farið í bíó og séður Er þetta ennþá eitthvað sem úr með? Ég meina, maður sér ekki mikið að viðtölum við þig sérstaklega í dag, það er meira kannski bara umfjöllun 66 frekar heldur en Helga Rúnar Óskarsson Já, ég vil eitt frekar hafa þannig veist, ég meina, ef ég er að stiga fram og tala þá er ég vilt að tala fyrirtækið og við þurfum að sjálfsögum við erum áberandi fyrirtæki og við þurfum að svara fyrir það sem við erum að gera og hvort sem það er afkoma félagsins eða einhverjar aðgerðir sem við erum út í samfélaginu þá þarf ég að svara fyrir það bara stöðum hennar vegna þannig að ég kemst ekki hjá því en þetta getur vel verið að þú veist, fólk hugsarbyrdu þetta er allt tómur hégómi og ég meina, come on, þú er búin að vera í útvarpi og þú velur starf sem er mjög áberandi og lítur að vera athyglisjúkur og kannski er það bara alveg rétt sko. en ég er svona þú veist, já, mér finnst bara fínt að skilja hann á milli það er ákveðið fag sem þú ert að vinna við og svo áttu þitt engalíf og vilt bara fá að hafa það svolítið bara fyrir þig sko. Já, og þú veist bara áttið á því 21 árs gamall í útvarpinu Já, af því að þú veist eins og ég segi, og það er algjörlega sagt frá hjartanu, þetta snýrist ekki um það að mér langaði í þessa athygli, mér langaði bara virkilega að vinna við
það að spila tónlist Einmitt, og líka bara spennandi starf já, og þetta einhvern veginn svona bara ég var alltaf að spila tónlist og að geta spila tónlist fyrir aðra og líka fengi borga fyrir það var eitthvað bara stórkostlegt Einmitt. Og varst alveg svona á jaðrinum í tónlistinu, varstu mögulega eins og þú sagðir þú fórst út og fannst tónlist og komst með hana heim, varst þá ekki spennandi að kynna landið fyrir einhverju tónlist sem þú varst búin að finna út í Evrópu? Jú, mjög gaman að því sko. Og svo fylgdist maður alltaf gríðarlega vel með að kunna alltaf vinsældalistu utan bókar og svo var þetta náttúrulega bara þannig það var ekkert net og þú veist sér til dæmis sko, ég meina það var breski vinsældalistin og ég var með stuttbylgi útvarp heima með það sem ég hlustaði á vinsældalistin og ég skrifaði niður og svo var til dæmis Gunnar Salvason áður en ég fór í loftið á bylginni ég meina hann var með þátt sem heit listapopp og hann fór yfir til dæmis breska listan og hann var handskrifaður af mér í hverju einustu viku ég lét Gunnar fá handskrifaðan vinsældalista í hverju einustu viku Já, og ekki það ég fengi borgar ég gerði það bara því að það er svo gaman að þessu Og hvað ertu að hugsa þarna á þessum aldri? Þú heldur þarna út síðan í nám í Bandaríkjunum San Diego State University Varstu þarna búin að finna útvarpið, skemmtilegt stopp en ekki eitthvað sem ég er að fara að vinna við Var eitthvað svona framtíðar draumur? Já, ég fann það bara mjög fljótlega þegar ég var búin að vera í svona 1,5 ár eða eitthvað þá fann ég bara að þetta var ekki það sem ég langaði að gera fyrir lífstíð og ég á náttúrulega marga gamla vinnu og félaga sem ennþá í útvarpinu og hafa gríðalegt passion og mikla ástriði fyrir útvarpi og ég dáist að þeim ég meina til dæmis eins og bara Ívar Guðmund sem er búin að vera á bylgjunni í öll þessi ár og það sem ég hef alveg sagt við Ívar þegar við hitt hann að því það er hægar sagt en gert að mæti útvarp og vera með orkuna alltaf og þú ert alltaf að vera glaður og kátur og hress og gefa allt í þetta og þetta er bara eitt erfiðasta starf sem ég hef verið í þú gefur svo mikið í þetta ef þú ætlar að gera þetta alvöru og innlifun og allavega fyrir mig en þannig að ég dáist mjög af fólki sem að og gamlu félaga mínir og vinnir Jón Axel og Gulli Helga sem að eru búin að gera ótrúlega flotta hluti í útvarpi og einhvern veginn ná alltaf að toppa sig og gera betur og halda hlustun og þetta er ekki döðvel Nei, en þú varst nú ekki að skora stundan eða þið langaði eflust að gera eitthvað annað líka og eða mennta þig þarna Já, og þá bara hugsaði ég mér langaði að gera eitthvað annað og ég náttúrulega stemdi alltaf í raun og veru á viðskipti og mér langaði alltaf að gera eitthvað sjálfur en ég kom alltaf heim á sumrin frá Bandaríkjunum og þá var mér boðin vinna á bylgjunni þannig að ég var alltaf og þá var Jón Axel farin að reka ef ég maður rétt út af svið bylgjunar og þá var bylgjunarstöð 2 komin í eina sæng og íslenska útvarpsfélagið minnum það veit að heita og bauð mér alltaf starfa á sömur en svo var náttúrulega fyndið þegar ég klára námið í Bandaríkjunum þá náttúrulega var ég mjög spenntur að koma heim og sækja eitthvað starf í viðskiptalífinu og fara svona eitthvað að láta mig kveða þar og það var nú ekki Mauðan Garagresja á Íslandi þá því að þetta er 1993 það var bara ekkert að gerast og ég sótti starf eftir starf og enda mig ég hringi bara í Jón Axel og segi ertu ekki með bara eitthvað fyrir mig í útvarpinu og hann sagði þú ert alltaf velkomin í útvarpið þannig að bara komdu og ég fór að vinna á bylgjunni aftur og þarna sat ég búin að vera 4 ár í nám út í Bandaríkjunum og hugsaði mér, ég er búin að 4 ári námi og hér er ég bara aftur sestur fyrir saman hljónumann hefði ekki bara átt að sleppa þessu námi og bara halda mig við þetta, voru þetta ekki bara mistök en svo hugsaði mér, nei, ég ætla að halda áfram að sækja svo minnum að það verið í nóvember eða eitthvað þá, við útskriðast í maí ég loksins fekk starf og það voru ykkur 200 sóttum ég man alltaf eftir því og Var þetta hjá Fróða? Já, var ég Fróða Markaðsstjórið eða ekki? Já Og kemur þarna, mér langaði að spyrja út í tímaðin í Bandaríkjunum þú veist, hugsaðu hlýlega til hans var þetta mikil reynsla, var þetta gæfuspor að taka, að fara út í nám? Já, bara þetta best sem ég gert í lífinu Af hverju segir það? Og ég segi það við alla sem að hafa eitthvað snefil áhuga að fara til útland og mennta sig og það er bara, ef þú ert eitthvað að spá í að gera það átt að gera það bara opnar alveg nýjar vittir fyrir fólki að flytjast til útlanda ég bjó 4 ár í Bandaríkjunum og 5 ár í Danmörku og þú bara kynnist annar í menningu og þarft að takast á við aðstæður sem að eru þér framandi og
og finna út úr hlutum sjálfur, hvort sem það að opna bankareikning í erlendum banka eða þú veist, alls konar mál sem að þroskaði gríðarlega þegar þú ert ung manneskja sem að byrja lífið. Þannig að þetta mjög þroskandi og svo náttúrulega eru aðrir þættir líka sem skipta máli. Ég meina við búum á eyju og það mikilvægt, þó að sé mikilvægt að við séum með sterka háskóla á Íslandi, þá líka mikilvægt að við sækjum okkur menntun og þekkingu til annarra landa og lærum af öðrum löndum og háskólakerfið í Bandaríkjunum mjög sterkt og ég vissi það í raun og veru þegar ég var að velja hvert mig langaði að fara, þá hugsaði ég mig langar að fara á eitthvað enskumælandi land. Ég vissi bara, ég það kunna ensku, ég var aldrei mikil tungumálamaður í skóla og leiðilegasta fæði sem ég var danska og ég segi bara, mér langar að læra ensku vel og verandi í 4 ár þá náttúrulega, var komið tikkið það box og svo bara opnaðist nýr heimur fyrir manni. Það skólarnir að núti allt öðruvísi heldur en hérna heima. Ég náttúrulega ekki að fara í háskóla í Íslandi, þannig að ég tekka fram, en ég náttúrulega á fullt af vinnum og svo að börnum mig líka að fara í háskólan í Íslandi, þannig að ég sem tel mig hafa þokkalega samanburð hvað það var þar, en þetta opnaði svona augum mín fyrir ýmsu og líka bara opnaði huga minn fyrir bara öðrum greinum sem ég aldrei hugsaði, eins og bara bókmenntum og kursum sem ég tók úti sem ég var að taka og svona, þannig að heimspeki og svona sem að þroskaði mann líka og það var allt mjög gefandi, þannig að ég mæli með þessu. Þannig að ef fólk að hlusta og eitthvað að spája að flytast til útlanda og byrja nám, þá bara á þetta tíminn. Já, ég líka búin að hitta svo ótrúlega marga sem eru búin að segja mig, mig alltaf langað að fara í nám til útlanda, einhvern veginn aldrei látið verða því. Einmitt, þetta sér maður Já, ég sé býta, af hverju ekki? Það var ég fekk svo gott starf eða ég egnaðist barn eða ég var í frábæri starfi, ég var endar hættur í útvarpinu og farin að vinna hjá Steinum hljónflötuútgáfunni, mjög skemmtilegu starfi í tónlistinni áfram og frábært fyrirtæki og skemmtilegt fólk en ég var bara búin að ákveða þetta var bara það sem ég langaði að gera og það var ekkert sem að breyti því Mætti ég beða að taka síman, ég held að sé mögulega eitthvað svona flögt að koma í tækið en ekki mál, glæslur lætur hann bara á gólfið liðina já, en mér langar líka að spyrja út að þú ert ferð í þetta nám og þú ert líka mjög ötullu að sanka þér þekkingu sjálfur lesa og þess að og það kannski svolítið það sem er skemmtilegt bara við þig heilt yfir litið að þú ert mjög duglegur að sanka þér þekkingu bara öll í áhuga eins og bara, mataræði eða uppeldi eða viðskiptalífi eða ævisögur annara og þess að en þetta þá bara allt drifið áfram af áhuga á því að verða betri eða hvað það sem að íta á eftir þessu hjá þér? Já, það alveg góð spurning ég veri kannski svona í gegnum tíðin að pínu svona manískur þegar kemur að eitthvað sem ég fæ áhuga. Ég man bara eftir þá kveikti mamma áhuga hjá mér að safna frímerkjum og þá ég bara all in það bara komst ekkert annað að ég bara all kvöld eitthvað að leysa frímerki okkur umslugum og ég hugsaði mamma öruglega hugsa bara ég veit ekki hvað ég var að koma sjálfur mér í því að hún þurfti náttúrulega bara að hringja alla ættingja og bara fá umslug með frímerkjum og þannig að ég á það til svona að ef ég fæ áhuga þá fæ ég brjálæðislega áhuga og svona fer algjörlega á kaf í það og það síðan þegar ég er svona að verða manni, getur maður sagt þegar maður svona klára ólingsárin og ákvæmst að gefa upp frímerkin mitt og svona tónlistina vissuleiti líka, ég sá alveg þó að það væri skemmtilegt og þá langaði mig að gera eitthvað annað að þá fer ég mikið að spá í svona hvernig maður getur orðið betri í því sem maður og ég hef alltaf átt gríðalega áhuga á fólki og af hverju væri fólk árangri í því sem að gera og alls saman hvort það eru íþróttamenn eða fólk í viðskiptalífinu eða stjórnmálum eða listum hvað það sem að sem gerir fólk svona framúskarandi í því sem það er að gera og þessu byrjaði að pæla í svona 18-19 ára og ég man alltaf eftir ég las bók sem að heitir Elskaðu sjálfa þig eftir Wayne W. Dyer og það var
svona sjálfhjálparbók, mér frægur sálfræðingur í Bandaríkjunum og hún snerist rosa mikið það að taka ábyrgð á eigin lífi, þú veist, þú berð ábyrgð á því hvort þú nærð árangur í lífinu eða ekki og þú berð ábyrgð á þínum eigin hugsunum og þú berð ábyrgð á velgengniðinni og þetta var svona pínu, þetta var nýtt fyrir mér. Þetta heitir streng? Hvað sér ég? Þetta heitir streng? Já, heitir streng vegna þess að þegar maður úlingur þá var maður svona, mér sjálfmiðaður og vill kenna öðrum eða gengur ekki nógu vel, hvort það mamma og pappi eða einhverjar aðstæður og svona og allt í einu var ég bara að lesa einhverja bók og sagði bara, þú veist, þetta ekki snýst ekkert þau eða hina eða aðstæðunar, þetta snýst bara þau sjálfan og mér fannst þetta svolítið merkilegt og það líka fannst mér vera á svona ákveðið tækifæri, býtu ef það bara undir mér komið þá get ég bara svolítið stjórna þessu, en hvað þarf ég þá að gera? Og þarna byrja ég bara okkur svona vegferð, hvað, ég myndi langaði bara að lesa meira þessar hluti, sko. Og þá náttúrulega margt sem kemur inn í þetta, þau eru alltaf að fara besta sjálfa þig, að það bara, hvað ég að borða og þú veist, og sef ég allt og mikið, er ég alltaf þreyttur eða er ég með nóg orku til að takast á við allt sem ég ætla að takast á við og ég var búin að vera í íþróttum í handbolta í mörg ár og var búin að fylgjast með fólki sem ná árangri í því og þannig að svona, ég finn mikið að spá speglur í þetta og svo finn maður að leita til fólk sem að, eins og mamma vina mín, sem vissi mjög mikið mataræði og svona og ég fer og hitti hana og ég segi, hvað getur ráðlagt mér og hún sagði, ertu að borða sælgæti og drekka gos og ég segi, ég meina, hver ekki að því og ertu vissum að það sé gott fyrir þig og eitthvað svona og þá fór ég að pæla í því og þá hætti ég því og veist, gósi og sælgæti og svona, þannig að þá þú veist, og svo bara vindur þetta upp á sig og svo fer alltaf dýpra og dýpra og svo fer að spá í bætiefni og svo fer að spá í mataræði og eins og með frímerkin þá einhvern veginn var bara allt í einu komin bara, veist, á kafi þetta. Já, og til að skjóta inn í og þú talar svona maníuna, þú veist, þú hættir þarna að drekka gos og hefur ekki gert það síðan. Nei. Það bara ekki gott fyrir mig og gerir þetta ekki. Nei. Þetta einfalt, en erfitt. Mér fannst það mjög erfitt fyrst ef ég að segja þessu jú, vegna þess að veist, maður kannski fór sér pizza eða hamburger eitthvað og maður vanur að fór sér gósglas með og allt í nú bara eitthvað það var ekki alveg að rokka sko, þannig að svo verði ég veikinn að svona fyrstu skiptin svona alveg fyrstu skiptin, þá var ég svona pína svindla, ég var kannski nýflutt í Bandaríkjana og maður fór á McDonalds eða eitthvað og svo bara, ég með vatn og svo aðri sem voru með manni og við góðast þannig að ég ætla að fá eitt sopa bara en svo verður þetta einhvern veginn bara þannig að þegar þú drekkur þetta ekki lengi þá verður þetta bara svona klístrað og ekki alveg málið. Já, einmitt. Bara dottið úr vanar hringnum. Já, þú veist, þetta bara besti svaladrykkur í heimi, vatn og við erum svo heppin á Íslandi að búa á Íslandi. Þannig að ef maður drekkur ekki vatn á Íslandi það bara, þú veist vatn bara besti svaladrykkur í heimi. Skál fyrir því. Já, þetta er svona eitthvað sem íþróttálfurinn segir, sko. En ég trúi þér, sko, þú veist, ég hef allavega 2 og 3 bóðið kaffi og þú bara, nei, vatn. Já, og svo byrjaði ég líka að lesa jógabækur, bók sem heitir Hatha Yoga eftir Yogi Ramasaraka og ég meina, hann fer alveg með heilan kafla bara vatn og ég algjörlega bara, þú veist, keypti þetta alveg, þú veist, ég meina alltaf að losa úrgangsefni út úr líkamannum, þú gerir það bara með vatni, þú veist, hvort sem þú svitnar síðan eða pissar því eða hvað, ég meina, þú veist, vatn bara málið og ég síðan náttúrulega, þú veist, svo í kjölfarið fær maður að, þú veist, fara dýpra og maður fer að fasta á vatni og þú veist, og svona, skilur þú? Ég veit, vassfesturnar, þetta var alltaf nördalegur og nördalegur. Já, þetta var alltaf nördalegur. Við erum komin svolítið á þann tíma í þínu lífi þar sem að þú ert komin að Subway. Já. Þú sem sagt, það rétt með, þú opnar Subway í Danmörku eða hvað? Já. Hvernig kemur það til og getur þú sagt mér hver þín kynni af Tomma og Bullunni eru? Já, ég get gert það. Sko, ef við byrjum á Tomma, það er náttúrulega mjög skemmtileg saga vegna þess að ég var að segja á hann að ég hef alltaf haft brjálæðislega áhuga á fólki sem nær árangri og Tommi er náttúrulega svona bara legend og mikil fyrirmynd og alltaf hort til hans það sem hann hefur gert og ég var búin að ákveða það þegar ég var búin að lesa nokkrar sjálfhjálpabækur að ég var svona alltaf að leita íslensku sjálfhjálpabókinni
svona, og ég sagði, ok, það er aldrei búið að taka viðtöl við svona, þú veist, einhverja sem hafa náð árangri á Íslandi í viðskiptalífinu og búa til einhverja svona bók, sko, eins og ég hef búin að lesa fullt af einhverjum svona amerískum bókum. Þannig að ég bara að skrifa svona bók, þannig er ég bara rétt rúmlega 20 og ég finn alltaf skrifinu nöfn á fólki sem að Þorvaldur í síld og fisk og eitthvað svona sem var mjög svona eldri maður sem búin miklum árangri og svona alltaf Tommi. Má ég skjóta henni, út að ég fengi Tomma hingað í viðtal og fyrir mér er hann svona algjört legend og bara geggjaður karakter, en hann er það líka á þessum tíma fyrir þér? Já, algjörlega. Ok, þannig að hann var alltaf svona þekktur einstaklingur í bara íslensku menningarlífi? Já, Tommi er alveg. Og var það þá fyrir Tommaborgara? Já, og svo var hann alltaf búin að opna Hard Rock. Já. Þannig að ég ringi Tomma og segja honum að mér langar til að hitta hann og hann bara býði mig velkomin og minnir að hýrst bara Hard Rock og segja honum hvað mér langar til að gera og hann tók mér afskaplega vel og við áttum mjög skemmtileg samtal og Tommi svona deildi með mér mörg af því sem að hann hefur þurft að takast á við og náttúrulega eins og hann lýsti, ég er líka búin að hlusta á viðtali sem að þú tókst við hann og gengi í gegnum erfiðleika og þurft að vinna sig út af þeim og svo framvegis en síðan náttúrulega var það ekkert úr sem bókaskrifum skilur, ég ringdi Þorvald í síld og fisk og hann hafði engan á að tala með, hann tók mér ekki svona vel eins og það var reynda mjög almennlegur og allt það en vildi ekki gefa mig viðtal þannig að í hvert einasta skipti sem ég heiti Tomma þá sé Tomma alltaf blessaður hvernig gengum með bókina þannig að ef að Tommi er að hlusta Tommi, ég held að þessi bók mun ekkert koma út það gengur illa heiðalegt svar er að það gengur illa en sko, já þannig að svo er enda gaman að segja frá því að ég skal koma því aftur hvernig þetta kom til með Subway en svo einhvern tíma er ég að vinna á sem sagt, fyrsta Subway-stanum sem við opnum með jafnbrautastöðinni í Kaupmannahöfn og ég er bara, þú veist, klukkan er eitthvað 9-10 kvöld og við vorum með opið mjög lengi, sko, þetta var jafnbrautastöð opið til 11-12 kvöldið og ég er bara í bakherberginu að vaska upp og starfsmaður sem er frammi kemur inn í bakherbergi og segir það er maðurinn sem að, er að spyrja um þig og ég segi nú ok, og ég labba fram og þá er það Tommi sem að segir til hamingju með staðinn og gaman að sjá að þú ert að vinna á gólfinu Helgi, vegna þess að hann er náttúrulega svo mikið hands-on gæi og það er líka það sem að ástæðan fyrir mér finnst Tommi svo flottur er að, veist, hann er bara veist, hann gerir bara sem það þarf að gera og það er líka eitthvað sem ég ber svo mikla virðingu fyrir í business að það eru menn sem að veist, alveg saman hvað þeim gengur vel og hvað þeir gera þeir eru aldrei of fínir til þess að bara þú veist brettu bermannar og gera það sem það er að gera ég meina, business snýst bara það er bara að koma hlutum í verk og ef að þú þarft að fara í bakherbergi og vaska upp eða fara og flippa hamborgurum þá bara gerur það Það er svolítið gott að hann hafi sýnt þessu svona viðurkenningu að gaman að sjá sér að vinna á gólfinu og þetta er sama, Tommi var með skrifum þetta daginn á, hann er með eitthvað pistla í gangi sjálfur sem hann birti reglulega og eitt pistilinn var það sem hann og Helgi Góu deila sameinlega sem er bara svona þetta Helgi Góu kallar þetta svona eftir 5 hugafarið, bara að vinna eftir 5 þá byrjar vinnudagurinn sko þá er að leggja inn einhverja auka vinnu og Tommi greinilega heyrði þetta og sá þetta og tekur undir þetta sko og segir, þú veist, einmitt maður það bara að leggja aukalega á sig ef maður vill ná einhverju fram í rauninni og bara eftir viðmiðum hvers og eins og síðan einmitt kemur þú og talar að Tommi hafi sýnt þessu líka virðingu sko að það sem þú varst að gera, að vinna raunverulega á gólfinu Já Alltaf gaman að sjá kempurnar allar taka í sama streng þarna Já, að því þau í raun og veru er þetta engin leyndardómur í sjálfu sér þetta er bara, það er engin sem er náð langt og það er alveg saman hvort það er í hlaupum eða íþróttum almennt eða eitthvað, en ef mann leggja eitthvað á sig veist, það er bara þannig að þú kemst ekkit upp með að veist, ef þú ætla bara að taka þetta innan þessi eitthvað venjulegst tímaramma, þú verður að gera ekstra, þú verður að fara lengra annars kemur engin þú getur alveg ná árangri en ef þú ætlar að ná framúskarandi árangri ykkur þá eins og þeir báðir hafa gert þá verður að gera þetta
Og þú varst byrjar alveg að taka eftir þessum samnefnara hvort sem var hjá íþróttafólki eða stjórnmálafólki eða viðskiptafólki. Já, bara því meira sem ég las því bara, veist, þá fá maður að sjá svona frasa í þessum amerísku bókum, það er alltaf mjög mikið í þessum amerísku bókum, góði ekstra mæl og allt þetta sko. Og þraut segja og þessi orð sem að gefast ekki upp og móti blási og allt þetta og það er alltaf það sem skila sér í lok dagsins sko. Já. En hvernig kemur Subway ævintýri til? Hvernig tókst þér að komast í uppáskið á Subway í Danmörku? Já, það er skemmtileg saga sko, vegna þess að ég kynnist náttúrulega Subway út í Bandaríkjunum þegar ég býð þar og þá var Subway ekki komið til Íslands. Þannig að ég gekk með svona þann draum í maganum að fá leyfi fyrir Subway semst á Íslandi og var eiginlega svona búin að svona hálfpartin ákveða það og gaman að því sko að systir mín og máu minn kom á heimsóttu mig þegar og okkur þegar ég útskrifaðist og voru svolítið tíma með okkur því ég var náttúrulega að koma heim og fórum í ykkur ferðalega saman og þá talaði ég það hvað mér finnst þetta spennandi og svo flytti ég heim og þá var maður náttúrulega bara á maður engan pening, maður er bara nýkomin námi og eins og ég sagði á það maður er svona, þú veist, bara reyna að fóta sig og vildi náttúrulega, þú veist, koma undir lappirnar og löpunum og kaupa eitthvað húsnæði og svona sko. Þannig að maður var ekki alveg kannski að fara að starta ykkur fyrirtæki, maður var heldur ekki með fjármuni í það sko. En ég var alveg svona, eiginlega gekk með þetta í maðunum, mér finnst þetta spennandi. Svo er ég bara búin að vera heima á Íslandi bara í nokkra mánuði, þá sé ég svona borða þegar ég er að aka nú bankastræti eins og það sem var bara Subway opnað á Íslandi. og bara eftir, veist, ég man eitthvað á september eða eitthvað svona eftir eitthvað stuttan tíma. Þannig að ég horfa á hann að borða og bara, þetta er bara ekki málið þessi borði, sko. Þannig að þarna fór það. Þannig að ég gef þennan draum upp á bátinn. Nema það, ég hafði rætt þetta náttúrulega við systur mín og máminn og svo er ég bara í starfinu mínu niður í Fróða, búin að vera þar í, ég veit ekki hvað lengi, sko, bara, þú veist, og löngu búin að gleyma þessu Subway dæmi. Þá kemur máu minn í heimsókn, Siggi máu minn, og með bækling. Og segir, Helgi, ég er með bækling frá Subway. Og ég, skrifaði þeim og þeir sendu mér bækling. Og það er allt opið í Skandinavíu. Þannig að, þú veist, og við Björg sýstin erum búin að ræða þetta og við varum bara tilbúin að, þú veist, koma í svona dæmi með ykkur ef að þið eru tilbúin í þetta. Og eftir svona að vera búin að hugsa þetta, þá hugsaði ég, já, Danmörk er alveg máli. Ég hef eiginlega aldrei komið til Danmörkur. Danska var leiðilegast að fæja mitt í skólanum. Ég kann ekkert í dönsku. Ég hef verið þarna eina helgi. Endilega, þess að skella sér til Danmörkur og stofna fyrirtæki þar. Sem er náttúrulega svona, þú veist, þegar maður fer yfir þetta svona í baksýnispeglinu, það var þetta algjörlega crazy. En það var það sem við gerðum. Þannig að maður bara lét allt fjúka búin að köpa sér íbúð og það bara, þú veist, fluttið Danmörkur og það tók náttúrulega tíma svona samfara Ameríkana að, þú veist, við værum réttu aðilarnir í þetta og það vildi reynda svo þannig til að það voru Danir að sækja þetta leyfi á sama tíma, því vorum að sækja leyfi fyrir alla Danmörku. Og það voru svona bara mjög þekktir menn í viðskiptalífinu í Danmörku sem fullt af pening og svona, þannig að þetta var ekkit auðveld samkeppni. Og ég man alltaf eftir ég klæddi mig upp og þeir hlógu svo mikið af mér Ameríkanar því ég átti eitthvað sko föt sem ég var búin að í 7 ára, eitthvað svona tvínefti jakkaföt sem og svo setti ég á mig bindi og svona fannst ég vera ótrúlega svona mikill business gæi sko og mæti hana og svo eftir að þeir voru búin að skrifa undir þá hlóðu þessu mikið Ameríkanarnir sko en einhvern veginn þá tókst okkar að samfara þá það að við værum betri við Siggi heldur en Danindir og ég heldur reyndar að við höfum ekkert verið neitt betri en þeir því að þeir í raun og veru sögðu bara bannorðið hjá Subway sem má ekki segja að þú fer inn í höfuðstöðunar og það er það að við viljum að selja franska kartöflur sko, samlokurnar er rosa flottar en það vantar bara franska kartöflur og Fred Heitin Luka sem að stofnaði Subway það var algjört bannorð þú máttir ekki segja franskar kartöflur þú veist við samt voru að selja sko, náttúrulega Subway selur kartöflur en franska kartöflur var bara ekki málið sko þannig að og þeir sögðu franska kartöflur þannig að þá voru þeir bara átt við vissum það ekki fyrir eftir á þeir eru þess að franska kartöflur já þetta er bara no á öllum Subway-stöðum já
En þetta ekki alltaf einhver svona flögur? Ég meina, jú, það eru flögur, sko, en franska kartöflur bara, það var ekki bannorð og þannig að við fórum, við sem betur fyrir sagðum ekki franska kartöflur, en það var ég ekkert mikið að borða franska kartöflur á þessum tíma og síðan fáum við leyfið, förum út og svo byrjum við bara að leita og Siggi Mámi finnur þetta húsnæðan á Jafnbrautstöðinni í Kaupmannahöfn og við opnum fyrstu búðina 20. júní 1996 og og þá bara byrjar rússíbanareiðin, sko. Og ertu þannig fluttur út? Já. Þú ert bara fluttur út til þess að reka Subway í Danmörku? Já. Og rússíbanareiðin... Og við öll fjögur, ég og kona mín og systir mín og má mín. Einmitt. Og þið eru bara allir að stofna Subway veldið bara í Danmörku? Já, og erum bara öll, við Siggi fórum allir í Sandwich University í Bandaríkjunum að læra smíra samlokur og þú verður basically að sko, vinna og þú sér það náttúrulega bara sjálfur líka, þú lærir þetta bara, það er ekki tækt að opna svona staðan að vinna sjálfur, þú getur ekki verið ykkur boss á ykkur skrifst og sagt fólki hvað að gera og þú verður bara að læra að hefa brauðið og baka það og skera græmmetið og þrífa eins og þrífa og bara til þess að halda standardinum upp með fyrir aðra? Nei, þú verður bara að læra þetta til þess að þú getur unnið síðan með fólki svo erum við náttúrulega með og vorum með sem sagt Master Franchise leyfið, sko, einhverja Development Agent og Subway og þá getur við sem sagt fengið aðra, eða sem sagt aðrir getur opnað Subway leyfi og þá selur þeim í raun og veru inn í keðjuna. Þannig að mér fannst það líka mjög spennandi vegna þess að þá ert að gefa því, sko, ég var nú alltaf búin að ákveða að mér langa að fer í eigin rekstur, foreldrar mínir báðir, sko, sjálfstæðar atvinnurekendur, móðir mín rak hárgreiðslustofur og pabbi að málararmeistari og með í fyrirtæki, þannig að það var alltaf einhvern veginn bara, ég vissi það og það er sama að ég var að tala útvarpið það, ég vissi alltaf, mér langa að gera eitthvað sjálfur og þannig að ég fer í þetta og það var gefandi fyrir mig líka að geta, þú veist, komið með koncept sem að aðrir gátu komið inn í. Það er fullt af fólki sem dreymir það að stofna sitt eigið og þegar þú ert með svona franchise koncept þá ertu með það er búið að búa til ákveðin ramma sem þú getur farið inn í og svona til að gera langa svo stutt að þá opnaðu 19 Subway staðir á þessu 5 ára sem við vorum að og þínum snarrum með það? Já, sko, við opnum hlut af þeim og svo sérleyfishafarnir eins og heitir á íslensku opnuðu þá hlut af þeim líka en sko, ég vil alveg taka skýrt fram að sko, þegar ég legg upp í þetta verkefni þá er ég 28 ára gamall og þú ert með gífurlega svona mikla væntingar og síðan sko gengu þessar væntingar ekki eftir og reksturinn gekk ekki eins og sko, við höfum væntingar til og maður gerir náttúrulega mistök, maður er að reka fyrirtæki í fyrsta skipti og þú ert í nýju landi, þú er aldrei verið að náður og eins og ég sagði á, ég kunni ekki tungumálið en svo bara fer maður í það að læra það og nú náttúrulega í dag tala ég dönsku og ekkert vandamál og svo tekur bara tíma líka og þetta er ekki eins og þegar þú ert inn á Íslandi þú þekkir alltaf fólk og þú veist, maður þekkir mann á Íslandi og það er annarkvort ykkur í fjölskyldunni eða vinur sem getur hringt í og hann getur reddað ykkur fyrir, þarna ertu bara einn og þú þekkir engan og það er gríðarlega áskorun þegar þú ert að fara í svona dæmi en sko, síðan þurftum við fjármagnið og ég man alltaf eftir sko, þegar við náðum að taka sko, meira fjármagnið og gekk mjög vel þá sko, 97 sko, vorum múin að vera í svona rúmt ár og sem ungu maður þá fannst mér endar í þetta sko, ég vera rosa klár sko, og vera að gera allt rétt og ég man alltaf eftir í að svona, maður fór að finna fyrir hroka og svo sem sagt höldum við áfram og þetta er bara töff sko og svona til að gera langast og stutt að þá eftir þessi 5 ár sko þá er nú staðan bara þannig að maður sér bara að þetta er ekki að ná flugi eins og við höfum vendinga til og reksturinn ekki að skila því sem að við höfum vonast til þannig að þá í raun og veru tökum við ákvörðinu það að bara selja þetta og við förum að leita kaupendum og eins skrítið og lífi getur nú verið að þá höfðu þessir feðgar sem eru
voru mjög efnaðar og efnast og svona reka svona súbmarkað í Danmörku. Þeir höfðu opnað bara svona, sem sóttu Subway-leið á sama tíma við, að þeir fenguðu ekki, þá bara opnuðu þeir svona samkeppnis konsept. Nema með frönskum kartöflum? Með frönskum kartöflum. Og sem heitir Sunset Boulevard. Og þeir voru alveg búin að opna nokkra staði, sko. Þannig að það enda með því að ég sest niður með þessum frægu feðgum og þeir kaupa sem sagt af okkur Subway. Var mikið undir fyrir þig? Var mikil, þú vildir innilega selja þetta? Já, og vegna þess að við vorum í raun og veru bara búin að gefa þetta upp á bátinn, að þetta yrði nokkuð tíma það sem að við höfum haft væntingar til, og í raun og veru sko, bara svo að það sé nú bara sagt alveg í heiðarleika, þá í raun og veru kom ég bara út í mínus, sko. Þú veist, ég var ekki með neitt í höndunum þegar, og í raun og veru var ég með sko bara yfirdrátt á heftinu út í Danmörku sem að sko ég gæti ekki borgað og ég gæti ekki einu sinni keypt mér íbúð, sko. Ég þurfti að biðja mann sem að setja í stjórninni á mér að lána mig pening fyrir því að geta bara sko, ég þurfti ekki að fara á leigumarkaðinn. En varstu nærið því að vita hvað það langaði að gera? Fannstu þig í þessu starfi þó svo reksturinn hafi ekki verið að ganga? Varstu þarna komin á bragðið með það sem þið langaði að gera í framtíðinni? Já, mér fannst gaman að reka fyrirtæki, og það sem að sko, ég aftur á móti fann sko, var að sko, það er bara þannig að þú stofnar fyrirtæki, þá fyrr eða síðar kemur að því hvort sem það er í byrjun eða þegar þú komið lengra það verða einhverjar áskoranir og lífið er ekki bara sko, kampaðin og kaviar sko, eins og margir halda sem að sko, þegar að horfa á eitthvað rekstur er þetta ekki bara kampaðin og kaviar bara. Það er bara þetta er bara vinna og þegar það verður erfitt og þér finnst þú vera að takast á eitthvað sem að þér er kannski ofviða og ekkit, það er líka að bera þetta sama bara í íþróttum, þú ert að keppa einhvern leik og þú ert algjörlega búin eða út í einhverju hlaupi og þú bara átti ekkit meira inni sko, að þá verður að geta sótt í eitthvað og einhvern innri drifkraft til þess að geta klárað þetta og það er erfitt, er þetta ár eftir ár erfitt, skilur, þú ert ekki bara í hlaupinu sem þú veist að ef þú þraukar þetta í 30 mínútur upp og þá er þetta bara búið, þú getur farið heim að sofa, þú ert kannski búin að vera í 2-3 ár í einhverju sem að sko er bara hrikalega erfitt og þá náttúrulega til þess að bara geta haldið áfram þá verður, að það er allavega, nú er ég að tala fyrir sjálfa mig, þá verður maður að hafa eitthvað bara að maður trúi því að þetta sé svo geggjað sem maður er að gera að það skiptir engu máli og þetta sé svona erfitt og það skiptir engu máli og þetta sé ekki að hafa neitt upp úr því. Þannig að þegar ég síðan næja að selja þessum Sunset Boulevard feðgum Subway og gera upp allar skuldir við bankan og svona, skilurðu, þá sem við næsta verkefni sem ég fyrir í, það verður að vera eitthvað sem að ég gjörsamlega sko brenn fyrir og verður bara að vera svona það sem ég finnst ég vera að gera eitthvað bara sem er sko miklu meira heldur en að reka fyrirtæki og ég er svona velta því fyrir mig hvað það er að vera og þá kemur góð vinur minn í heimsókn til mínu til Danmörku sem heitir Bergur Konráðsson og við Bergur vorum bara þekkjast við vorum bara strákar, kýrópraktor og pappans Bergs var búin að reka Dale Carnegie í síðan 1965. Konráð Adolfsson. Já, algjörlega frábær maður og búin að hjálpa þúsundum, ekki 20.000 Íslendinga að bara bæta lífsitt og ég þekkti Konráð það vel, veist, pappi vinna minns og svo er ég búin að fara námskeið hjá honum og svona, þannig að Bergur stingur upp að þessu og segir pappi er að fara að hætta, hann er 70 og vilti ekki bara taka við þessu, þú verður góður í þetta. Ég sagði bara blessaði, gleymdi því maður, Dale Carnegie, ég fór á þetta, þú veist, því ég var 20 og svona gamalt úrelt þreytt amerískt koncept
og hann sagði, nei, alls ekki þú veist, það fullt búið að gera svo að því þú fórst á þetta mann, alls konar ný námskeið og að þjálfa fyrirtæki út allan heim og flottstu fyrirtæki í heiminum er að kaupa námskeið og búin að mikil vöruþróun og svo eru úlinga námskeið og ég veit ekki hvað þannig að þetta svona gammalt koncept þú meiri segja að þegar hann að bera þetta undir þig þá fannst þér þetta að vera gammalt já, algjörlega það byrjaði 1912 í Bandaríkjunum og þannig að hann segir tala allavega við pappa heyrði í honum þannig að ég ringi kona og við spjöllum og hann segir Helgi okkur kemur ekki bara ráðstefnu það er alltaf svona ráðstefnu, allir sem ráðstefnu það er ráðstefnu í Seattle, káttu bara kíkta á það þannig að ég flutti í Seattle og þá sé þetta bara alveg í nýju ljósi hitti bara fullt af fólki sem er að gera ótrúlega flotta hluti saman hvort það var í Tævan eða Bandaríkjunum og hér, bara út allan heim og ég er náttúrulega reynd að tala eins margveit gat og ég sá bara, það er fyrir tækifæri með þessu, þetta er bara spennandi og svo bara fannst mér gríðarlega spennandi að geta farið inn í eitthvað sem getur verið að hjálpa öðru fólki og bara og að því ég haf haft svo mikið áhuga árangri og hjálpa öðrum á árangri og mér fannst þetta einhvern veginn smell passa við þetta sem að ég var búin að vera að stúdera alveg bara frá því ég var þegar ég byrjaði að lesa elskaði sjálfa þetta W. Dyer á sín tíma þannig að ég bara ákveði að henda mér í þetta og ég þurfti náttúrulega að taka einhver námskeið og ég tók þau út í Danmörk og í Svíþjóð og svo fór ég til Bandaríkjann og tók fullt af námskeið þar og svona enda með því fekk leyfi þá til að kenna og Konráð sagði mig en ég ætla ekki að selja þér fyrirtæki nema að þú getur sýnt með það og getur selt eitt bekk og þú verður ekki að selt þú getur ekki selt fólki það að koma á sér námskeið og þú getur bara glemt þessu þannig að neita að selja með fyrirtæki vildi samt að ég gerði allt sem ég ætti að gera og ég sagði bara með ég meina sjálfsög geti selt eitt bekk þannig að ég var aldrei eitthvað svona Konráð, þú getur ekki sagt þetta ég vissi alltaf að myndi selja mér það ef ég gæti það þannig að ég kláraði það en það var alveg vesen ég hef búin að vera til Danmörku, ég var bara nýkon heim og námskeið átti bara að byrja eftir einhverja 2-3 vikur þannig að ég var bara hringjandi vin og vanda mér alveg, heyrðu, þú mannst þessu Dale Carnegie já, heyrðu, ég er að fara að kenna námskeið núna í janúar viltu ekki koma? Nei, jú, þú ert að fara að koma skilur, gerðu mér hann að greiða þú veist, þó syngir mér bara þetta þannig að ég hringdi bara, alla sem ég þekkti En dróð þetta ekki úr þér svona trúna á þessu konsepti að enginn hafi viljað þetta? Menn voru náttúrulega bara í nákvæmlega sama pakkanum og ég var þegar Bergur minnst á þetta mig, betur Dale Carnegie Helgi, hvað, þú veist svo var þetta alltaf svari, ég skal gera þetta fyrir þig Helgi minn, ég skal taka þessar 12 vikur með þér og ég var náttúrulega ekki bara að biðja um að taka 12 vikur, ég var að biðja um að borga líka fyrir það Og þegar þú segir selja bekk þá er það að tala að fylla á námskeið fylla á námskeið og svo náttúrulega bara þurfti ég að halda námskeið og það gekk allt saman mjög vel og Konráð sagði bara þú stóðst prófið og þú ert bara að taka við þessu og og ég var að gera þetta í 5 ár og mér fannst þetta rosalega gaman og ég bara, svo ég segi það alveg hreint út að þá notaði ég Dale Carnegie líka bara til þess að hjálpa mér aðeins ég var brotin eftir þetta Subway-mál þú veist, að því þegar þú ert ungur eða hugsaður þetta ég klára að námi í Bandaríkjunum og ég fer að vinna fróða, gekk allt mjög vel þar síðan ákveð stofna mitt eigið fyrirtæki og þú ert að reka eitthvað svona í 5 ár og þú ert með rosa drauma væntingar og svo einhvern veginn verður þetta ekki svona eins og þú átti vona þannig að þú byrjar að spyrja þig alls konar svona spurninga get ég þetta ekki, er ég ekki nóg góður og þú fer svona efasemtur sjálfa þig og þannig að svona sjálfstraustið er ekki mikið svo kom ég heim og ég gæti ekki eins og kemd mér alveg bíl, ég var bara einhverju svona Nissan Micra svona 7 ára gammalli druslu sem ég keyrði og maður var ekkert svona, það var ekkert svona en maður verður einhvern veginn að trúa því að maður geti snúið vörn í sókn og ég hugsaði með mér, ég meina maður er búin að lesa allar þessar bækur það að hafa úthald og trúa það sem maður er að gera og setja sér markmið og þú mátt ekki bara gefast upp og þú verður bara að ná þér aftur á lappirnar þannig og Dale Carnegie er náttúrulega þannig að eins og ég sagði alltaf fólk fara samútur sem námskeið og leggur í það og það svona krefur mann ef maður vil gera þetta almennilega sem þáttakandi að horfa inn á við og svona fyrsta lagi bara hvað markmið er ég með og hvað framtíðarsýn er ég með og hvert er ég að stefna og ég þurfti svolítið svona, vinn úr því og
hvað ætlaði ég að gera og hvað þú veist, og tók mig svona, þú veist, líka bara aðeins lengra, ekki endilega það sem hún að gera á námskeiðinu, ég fór bara fullt af bókum og maður spyrir sjálf hans hvað langar maður að skilja eftir sig og þegar lífið er búið og þú veist, hvað vil maður að skrifa minningagreinina og allt þetta skilju, hvað verður sagt þig og þeir eru úr farin sko og ég komst bara þeirri niðurstöðu að þú veist, mig langaði bara að hjálpa fólki á árangri, það var það sem að mig dreymdi, það var það sem gaf mér og svo þegar maður byrjar að vinna í þessu umhverfi og þú ert að vinna með sjálfan þig og þú ert líka að vinna með aðra og þá verður þetta rosa gefandi og þá skiptir ekkert máli og þessi að vinna eins og ég var að vinna allan daginn á skrifstofunni og við vorum að selja og vesinstí, svo bara klukkan 6 þá fórstu bara á námskeið, þú varst að kenna námskeið til 10 og þú ert komin heim til 11 þannig að vinnudagurinn byrjaði bara klukkan 8 eða 9 og þú ert komin heim til bara 10-11 á kvöldin og svo ert að ná þig niður til námskeiðin og þú sopnaður 12-1 og svo er þetta bara upp næsta morgun og svona er þetta bara alla dag og mér sem helgar líka þú veist, kenna og... Hvernig upplifir hann tíma? Fannst þér þetta mikið? Fannst þér þetta gaman? Já, þetta náttúrulega á tímabili skilur þetta var rosalega, þú veist, maður var mjög þreyttur sko og það nefnir útvarpið og þurfa að koma þangað og vera með orkuna alveg í botni. Já, þetta er svolítið sami pakkin sko. Þú getur ekki tekið á móti fólki sem er að koma á námskeið og leitast eftir þessum lífskrafti og verið eitthvað þungur á þér. Nei, ég man einmitt að ég var að ræða þetta sem var með mér í sko og þá, veist, voru báðir mjög lúnir sko og vorum báðir að fara að kenna og hann horfði svona á mig og svo segir hann bara Helgi, the show must go on og það er bara yes og svo bara, lappar bara inn ganginn og þú bara setur í gírinn og klárar þetta og það er þannig, þú bara býta í axlinn og það er það sama í útvarpinu, þú gefur allan í þetta og svo þú ert búin að kenna svona námskeið í 4 tíma, þú ert bara búinn, þú ert búin að gefa svo miklu orku í þetta og þú ert að gefa öðru fólki orku, þú ert að búa til orku og stemmingu í salnum sko. Heldur að við hvattið áfram þarna að vera ábyrgur fyrir árangri Dale Carnegie sjálfur, að velti á þér frekar heldur en að þú verður þarna að vinna undir einhverjum, veist, ég meina hefur ekki að vera að leggja svona mikið í þetta ef að Konráð verður ennþá eigandi og þú verður bara einn af starfsmönnum? Ég veit það ekki, ég held ekki vegna þess að ég var mjög fókusar að mér langaði að vera í sjálfstæðarekstri og sama með Subway þá væntanlega. Já, veist en þarna fann ég að þetta var svo gefandi starf sko og bara svona, þú veist, ég nefnir lítið dæmi, ég er með mann sem að kemur á námskeiti minn og hann er lesblindur og hann er að vinna sér smiður og hann segir upp á námskeiti, mér langar að alltaf langar að vera verkfræðingur og ég er lesblindur og ég er bara lagt í þetta og ég elska að smíða en þetta er bara alltaf verið draumur minn og ég segi, býttu hvað viltu ekki bara skrifa niður og bara skoða hvað hindranir geta verið í veginum og að hvort þú getur unnið í gegnum þær og svona til að gera langa svo stutt með þetta mála þá var ég byrjar í 66 sko, mörgum árum seinna og þá allt í hennu kemur einhvern skrifstofnum og segir, heyrðu, maðurinn frammi sem langar að hitta þig og þá var það Óli og hann fór í verkfræði og kláraði hana bachelorinn og líka búið með master og var að gefa mér afrita mastersreikirinn sinni og hann sagði, Helgi, ég var bara að koma til þín og gefa þér afrita sem mastersreikir þannig að það er bara þér að þakka. Ég segi, Óli, það er ekkert mér að þakka að þú sést búin að klára master í verkfræði, það er þér að þakka, þú sem er búin að gera það vinna. Hann sagði, já, bara, ég kom á þetta námskeið og það kveikti í mér að ég gæti gert þetta og þegar þú fær svona endurgjöf í starfi þá svona ertu til í að vaða ýmislegt, sko, eld og brennistein og þó þú verið þreyttur og svona, því þetta er svo rosalega gefandi að sjá þetta gerast. Einmitt. En hver er munurinn? Hvað sker á milli fólksins sem að langar að fara í verkfræði eða taka master og þeir sem gera það ekki? Hvað er það sem að Dale Carnegie hjálpa fólki með? Og þú talaði líka þarna að Dale Carnegie hjálpaði þér sjálfum að vinna eins úr Subway-ævintýrinu og svona kannski byggja eins upp sjálfstrustið aftur til þess að fara að taka á honum stóraðinu. Já, sko Dale Carnegie snýst fyrst og fremst það að einstaklingurinn taki ábyrgð.
Ok, bara sama og elskaðu sjálfan þig bókin já, það gerir það vegna þess að Dale Carnegie segir bara þú ert ábyrgur fyrir þessu, síðan svona ákveðin hugmyndafræði sem raunur bara svo að þú ert með þægindarhing og bara eins og ég var að tala um áðan þegar ég hræddur að tala í útvarpið þá það fyrir utan minn þægindarhing að sitja með hljóðnama fyrir fram að mig og vita að það eru fleiri þúsund manns að hlusta á mig. Mér finnst það bara mjög óþægilegt og ég verð stressaður yfir því. Sama með fólk sem þarf að standa upp og tala eða einhver sem þarf að fara inn og byrja launahækkun eða ákveða að stofna fyrirtæki eða flytja til útlanda og fara inn á. Það bara fyrir utan þeirra þægindarhing. Mér finnst það bara óþægilegt. Og Dale Carnegie fjallar mjög mikið um það að þekkja þennan þægindarhing og þora að stíga út fyrir hann. Þó þú gerir það ekki nema bara í litlum skrefum og svo byggjast öll námskeið þegar mörg námskeið til Carnegie. Byggjast öll námskeið til Carnegie á því að sjá það jákvæða og hvetja. Þannig að eða þú ert kannski með einstakling fyrir fram að þig sem að bara kemur og segja við því, menn það voru margir sem kom bara, ég bara tristi mér ekki í þetta. Ég kom þetta námskeið og þú varst að segja okkur öllum við þurfum að standa upp og segja nafnið okkar, ég ætla bara að hætta, mér langar ekki að gera það. Og svo einhvern veginn kannski nær maður að tala við komandi inn að þú veist, þú ert bara að segja hvað þú heitir og ekkert annað og við komandi gerir það að ok, eitthvað hægt að hrósa við komandi fyrir það að sjálfsögðu, þetta var miklu stærra skref fyrir þennan einstakling heldur kannski einhvern annan sem stóð upp og sagði ég heiti þetta, ég er nú að vinna þarna það var jafnvel inn í hans eða hennar þægindarhing að segja það en það var fyrir utan þægindarhing hjá þessum einstakling sem bara sagði nafnið sitt og það það sem þetta gengur út þú ert alltaf að hvetja fólk til að fara aðeins lengra út og svo þegar fólk gerir þetta í hvetjandi umhverfi eins og námskeiðin eru þá fer það að átta sig á því að það getur gert þetta annars staðar í lífinu og það getur, ef ég er lesblindur og mér finnst óþægilegt að læra og þetta bara, þú veist, ég finn bara sjálfstrustið mitt fyrir niður þegar ég fer að nálgast þetta og ég skil ekki og svona það er að kannski er þetta bara sama og þegar ég stóðan uppi og þurfti að fara að segja hvað ég heiti og allt þetta og ég ætla bara að nota það sama, ég ætla bara að tega eitt skrif í einu og ég ætla bara, þú veist, prófa að lesa eina bók, fá kannski hjálp eða finna hljóðbók eða, þú veist, og svo bara fyrir smátt og smátt að vinna þig í gegnum þetta og svo vinnur þú alltaf eitt sigur í einu og þú byggir á þeim sigri þannig að, sko, þegar upp er staðið þá fer alltaf lengur og lengur og lengra og þú ert alltaf að stækka þægindarhingið þangað til bara allt í einu, þú stendur bara með mastersritgerðina í verkfræði í höndunum segir bara, heyrðu, ég er bara 1000 sinnum eða oftar búin að stíga út fyrir hennar þægindarhinga á þessari vegferð en ég komst hingað og það gerir ekkert smá mikið fyrir sjálfstrustið hjá fólki af því þá ertu búin að sýna þér og gast þetta og það skiptir í náttúrulega engu máli hvað varst að fasta hvort sem þú ert að fara að taka master í verkfræði eða hlaupa á tíma sem að þú veist, þið verður alltaf dreymt að hlaupa þú nærði og það gerist eitthvað innra með þig, þú trúir því beti ég gat þetta þú veist, þá ekki eitthvað annað sem að veist, mig dreymir og ég þrái að takast á við sem að ég get þá gert líka. Ef þú hugsað tilbaka, manstu eftir að þú hafi verið svolítið tregur til og þurft að stíga út úr þægindaramannum til þess að fara eins og í þetta nám út í Bandaríkjunum eða að opna veitingastað í Danmörku? Ég er náttúrulega mjög heppinn að því leiti að ég fer á Dale Carnegie þegar ég er 20 og það breytir mjög miklu fyrir mig. Sko, það var nákvæmlega sama líðan hjá mér þegar ég stóð fyrsta skipti upp og sagði hvað ég heiti á Dale Carnegie námskeiði eins og ég var að lýsa þetta náðan þegar ég fór í fyrst skipti í útvarpið. Ég var bara að gera í buxurnar. Raunverulega? Já. Það kemur óvart. Já, það sjálfsögðu kemur það. Það er svo margir sem halda þegar sjá, ég stendu upp og tala, hvað sem fyrir 10 manns eða 100 manns eða 1000 manns og mér finnst það ekkert mál. Það er bara að halda þetta hafa alltaf verið svona. Það er ekkert svona. Þannig að þetta er, auðvitað eru sumir sem að ég var bara rosa öll með þetta alltaf en ég átti það ekki. Ég fannst þetta bara að erfiða síðan gert. Og þú ert þá kannski núna búin að sýna sjálfur þér að það er hægt að breyta þessu. Já. Þannig að ég var búin að upplifa þetta svolítið og fekk meira sjálfstöð svo bara, er líka það er náttúrulega pínu svona verið kannski svona gorgir í manni í gegnum tíðina að maður bara einhvern veginn trúir því að maður geti gert það sem maður ætla sér og
og þegar maður ungur og ég segi ungur og vitlaus sko, þá bara svona setur maður hausinn undir sig og veður að staði eins og ég var að gera grína en á það, þú veist, þegar maður fyrir til Danmörkur aldrei farið til Danmörkur í helgaferð og kannt ekki tungumál, þetta náttúrulega algjört fífldirska, skilur, þetta bara eitthvað svona, þú veist, maður er bara hvað varst að hugsa, svo er einhvern varst ekki að hugsa neitt, þú bara gerðir þetta. Það er raunverulega svarið. Já. Og Dale Carnegie, það er náttúrulega á vel við þig, ég meina eins og þú segir, þú fannst sjálfur búin að fara á þetta námskeið, þú hafðir áhuga á bara svona persónulegri bestun og þess að þar og bara taka ábyrgð á eigin lífi og hjálpa öðrum við það. Hvað tekur síðan við? Þú ferð svolítið að vinna í banka eða ekki? Og síðan fyrir að koma svolítið að stóra bitanum sem 66 gráður norður. Já, sko það sem gerist í Dale Carnegie að ég fer að vinna með fjöldanum öllum af fyrirtækjum og sem sagt voru með námskeið fyrir fyrirtæki og eitt af því var Glitnir banki og þeir voru stóru viðskiptavinir hjá okkur og svo einn daginn kemur Jón Dirik Jónsson til mér og segir spyr hvort ég vil ekki koma að vinna á bankanum. Ég náttúrulega segi bara nei, þá var ég búin að ná Dale Carnegie og gott flug og gekk rosa vel og ég segi bara gott fyrirtæki og bara er bara sáttur í það og Jón sem sagt segir ekki, hugsa þetta hann sjálfur maður sem gefst ekki öllu upp fyrir eitthvað en ég sko þannig að hann gefst ekki alveg upp og segir svona selur með það getur verið spennandi fyrir mig að koma inn og það verið að stofna þannig að deild í bankanum og getur verið mjög spennandi verkefni framundan sko og ásvöldi svo svipuð svið og ég hafði verið að vinna með sko, vinna mikið með fólki og sem með þessi sömu verkefni sem ég hef búin að heimsækja allar útstöðar bankans sem í Luxemburg og London og fara víða sko út af Dale Carnegie? Já, út af Dale Carnegie sko og svo segir hann sem sagt, en hvað ef við hjálpum þér að selja fyrirtæki, bara hjálpum þér að finna kaupanda fyrirtæki? Ok, hann til að ganga langt. Já og þeir voru náttúrulega með svona fyrirtækjaráðgjöf sem að hjálpar mönnum að selja fyrirtækin sín, skilur við, þannig að það voru hæga heimatökin, þú veist, þeir kunna þetta og við fórum að finna kaupanda og fundu kaupanda sem að reyndar að lokum var svo ekki samþyktur af Dale Carnegie í Bandaríkjana því þeir voru með önnur námskeiðið og þannig að ég var bara með kaupsamning í höndunum sem var bara búið að klára og skrifa undir allt saman og það var eitt starfsmaður Unnur Magnúsdóttir sem ég segi við unni sko ég meina kaupsang, ég ætla að selja fyrirtæki eins og þú veist, ég var að segja hana og það er ekki bara samþykja ef að þið langar að kaupa þetta þá er bara búið að gera samningir, þetta er bara allt tilbúið og það enda með því að Unnur bara gekk í kaupsanningin og keifta með fyrirtækið og er búin að reka það sem sagt síðan alveg frábælega vel og er með partner Jóni Ósafætt og þau eru búin að gera þetta alveg glæsilega sko. Þannig að það er mjög gaman að sjá sko, það er nefnilega mjög gaman þegar þú byggir eitthvað upp alveg eins og Konráð vildi ekki láta í hendunar og hvernig sem er, ég vildi heldur ekki láta í hendunar og hvernig sem er og mér fannst þetta mjög vænt það að Unnur skildi vilja takast á þetta og svo búin að færa þetta áfram og alltaf er Unnur að gera þetta betur og betur og betur mjög margt stórkostlegt búið að gera síðan ég fór sko sem er frábært og þá fyrir inn í bankan en ég vissi það sko að ég verði bara að prófa að fara, að ég nú var ég búin að reka mín eigin fyrirtæki 10 ár og ég var mjög óákveðin ef ég á að segja alveg sér að vera að fara inn í og fyrir mér var þetta stór stofnun sko, 2000 manns og ég segi bara við Jón 2 ára samningur þannig að við gerum bara 2 ára samning og bara no hard feelings bara þegar samningun rennur út hvort sem þið ákveðið að sko ef mig langar að vinna áfram en þið vilja ekki hafa mig lengur en allavega þú veist þetta er eitthvað samningun til 2 ára og hann bara já flott og svo náttúrulega bara eins og lífið er að þetta var í október 2006 í október 2008 þá var náttúrulega bara bankarunni og það var nánast upp á dag sem að samningurinn minn rann út og reyndar var sko staðan sem var komin upp þá að mér var búið að vera áfram í sem sagt þá nýjum banka því að voru reistir nýju bankar og grunni gamla bankana en ég var alveg ákveðin því að ég ætlaði að fara að leita að einhverju tækifæri og fór að líti kringum mig og fór það bara að vinna sem ráðgjafi
og meðan ég var að leita og þar á meðal fór ég að vinna sér ráðgjafi fyrir 66 gráður norður og kynntist þar Sigurinn Sighvatssyni, þá var þetta eiganda og sagði honum að ég hefði áhuga á því að skoða þetta sem svona fjárfestingu og svo sem sagt vinnum við sem sagt saman þarna og ég þá sem ráðgjafi skila mínu verkefni og en við náum ekki saman sem sagt verð og svona þannig að ég var bara búin að gefa upp á bátinn og bara búin að skoða önnur verkefni og áfram að vinna í þessu ráðgjafastarfi og þá svo líði ykkur í mánuður, 5-6 mánuður og þá hringir hann í mig og segir, heyrðu hérna forstjóran hætta og vantar forstjóra, ertu til í að skoða það? Og ég segi já, en ég eiginlega bara til í að skoða ef að sko, þetta er sölu, þannig að ég bara búin að ákveða það, ég ekki að fara að taka eitthvað svona jobb, ég ætla að fara eitthvað sjálfur. Og sagði já, ég meina það bara, þú skoða það bara, ég alveg opinn að selja en þú veist, það aðrir sem sýnir svo áhuga líka, þannig að þú verður það bara fljótur. Þannig að ég til starfið og það hérna í febrúar 2011 og síðan alltaf, ég átti engan pening til að kaupa þetta fyrirtæki þannig að sko, maður þurfti að fara spá í það hvernig maður ætlaði að fara að þessu en maður ætlaði að gera þetta þannig að talandi örlagavalda í manns lífi þá ringdi ég náttúrulega Jón Dyrrik sem fekk mér í bankan og þá var hann sem sagt að vinna í stjórn Stefnis og ég segi honum að ég sé komin inn og hann tengdi mig við þá sem að sá fjárfestinguna þar og til að gera langar sér stutta þá sem sagt náðu við saman að kaupa 51% hlut í sjóklagerinni og unnum það mjög hratt sko. Þannig að við kláruðum kaupin hana í júní 2011 og við Bjarni kona mín sem kom með mér inn í þetta verkefni fengum stuðning frá sem sagt, fjölskyldunni fjárhagslegan stuðning sem að gerði okkur kleift að koma með þá fjármuni sem að þurfti til þess að kaupa meiri hluta. Er þetta 2011? 2011 og síðan alltaf sáum við Bjarni það þegar við vorum komin inn að þetta væri bara mjög mikið langtíma verkefni. Þetta væri ekki eitthvað svona eins og þegar menn kaupa stundum fyrirtæki og fara inn og gera eitthvað breytingar og reka þau kannski 3 ár eða 5 ár eða eitthvað og svo selja þau aftur og við sáum að þetta væri miklu stærra mál. Sástu þarna að þetta væri eitthvað geggjað og þegar þú talaður það áðan eins og eftir Subway og þess að þið langaði að gera eitthvað sem væri bara gjörsamlega geggjað og veist, ég sá það bara á þér, þetta var svo sterkt í þér en þarna þú ert að horfa á þetta ertu að horfa á þetta bara út frá efnahagsreikningum eða hafðirðu áhuga á þessu þú veist, sástu þarna og væri með tækifæri til þess að byggja upp flottan starfsanda, teymi og vörumerki eða hvað var það sem heillaði við 66 gráður norður og hvað var það sem þú sást fyrir þér að gera við það? Sko ég eins og aðrir náttúrulega Íslendingar var alveg með þetta 66 gráður norður og 80 flíkur frá fyrirtækinu og alltaf verið mér hrifin að því en það var eiginlega Bjarni kona mín sem svona bendi mér á sko að því hún hefði verið að kenna markaðsfræði í Háskólanum í Reykjavík og svona vörumerkja mál og hún segir við mig sko alltaf þegar ég verið að kenna og var alltaf að vísa í eitthvað svona sterk vörumerki eitthvað svona heimstækt vörumerki þá var ég alltaf að nota eitthvað sko svona Coca-Cola eða Pepsi eða eitthvað svona sem að sko allir þekkja en sko Ísland á ekkert svona alþjóðlegt svona merki á neytendamarkaði við hefum náttúrulega Íslandi og svona en svona eitthvað sem að selja neytendavöru út allan heim og hún sagði sko þetta það merki sem að mér finnst það mesta burði til að geta orðið slíkt merki og á þessum tíma ertu ráðgjafi hjá 66 líka? Já, þá er ég ráðgjafi sko þá fer ég að horfa á þetta þessu öðrum augum sko þá fer ég að horfa svona já og mér langaði alltaf að vera í alþjóðlegum viðskiptum þannig að sko það var eitthvað sem ég beiti í mig bara þegar ég var í kringu 20 sko, þegar ég fór að hugsa, já, nú langar mér í viðskiptum þess vegna það er líka einn ástæðan ég fer til Bandaríkjanna. Mér langar alltaf að vera í einhverjum viðskiptum sem tengdust alþjóðlegri starfsemi og á þeim tíma þegar ég alast upp þá var þetta voða mikið bara sambandið sko, SÍS
þú ert náttúrulega löngu fyrir þinn tíma en þannig var þetta sko, það var bara sambandið og svo var svona svolítið ættaveldi sem átti svona hinn fyrirtækin og það var svolítið svona ég allavega þessum ungu maður kannski bara algjör svona já kannski bara maður ignorant sem ungu maður en mér fannst einhvern veginn tækifærin svona á Íslandi vera svona takmörku nema maður færi eitthvað svona alþjóðlegt umhverfi þannig bara var ég að lesa stöðuna þá þess vegna það er eina ástæðan fyrir Bandaríkin nám og síðan þegar sko ég að skoða 66 og þá alltaf verði ég mjög spenntur fyrir því að þetta geti haft svona alþjóðlega skírskotun og fyrirtæki var alveg byrja að selja til útlanda og í raun og veru ráðgjafarverkefni sem ég fyrir að skoða sko starfsemina erlendis og meta út frá því hvað væri skynsamlegt að gera í kjölfarið. Þannig ég var búin að kynna mér fyrirtæki nokkuð vel þegar ég síðan tek við því hérna í febrúar. Og en eins og ég segi sko, þá gerum við okkur tiltölulega fljótt grein fyrir því við Bjarni að þetta mjög mikið langtímaverkefni og sjóðurinn sem við fengum með okkur í nýta, hann náttúrulega með líftíma eins og yfirleitt þeir eru með svona private equity sjóðir þannig að þeir eru með svona glugga sem kannski 5 ár pluss mínus 2 þar sem að þeir þurfa bara því að þannig bara sjóðurinn settur saman, þeir eru að losa sig út úr fjárfestingunum og við sáum að þetta verið náttúrulega aldrei eitthvað 5 ára verkefni sko. Það er miklu lengra en það sko. Þannig að við endum í raun og veru með að kaupa sko, sjóðinu út og með hjálp banka Landsbankans og keiftum líka þennan 49% hlut sem við áttum eftir að kaupa út sko. Þannig að frá 2013 erum við einu eigendur félagsins og getum þá í raun og veru fara að gera sko, algjörlega óhindrað gert það sem að sko, við vildum gera og það er mikilvægt að skilja að það er út að byggja svona fyrirtæki og svona vörumerki eins og 66 á norðu og þú ætlar að gera þetta til langstíma þá þarf þetta að taka sko í raun og alla peningar sem fyrirtæki býr til og þarf þetta að endur fjárfesta þeim inn í félaginu. Þú getur ekkert verið að dæla þeim út í sjálfa þig sko. Þú eru bara, og það er það sem við fórum í að gera, við fórum að endurbyggðum allar búðirnar okkar og settum 100 milljóna í svoleiðsluti, þú veist, nýttu upplýsingatækni kerfi, vörumerkja uppbygging á Íslandi, þú veist, myndatökur og nývörulína, fleiri hönnuðir, bara fjöldin allar af fólki sem við fengum inn í félagi til þess að byggja upp þessar grunnstóðir til þess að félagi gæti vaxið og dafnað á erlendum markaði. Og síðan sko var í raun og veru, sko ég sagði nú reyndaði Bjarni þegar ég byrjaði með þessi, ég að fara að vera í þessu svona 5 ár, ég var í Subway 5 ár, ég var til Carnegie 5 ár og þetta svona 5 ár og hún horfði bara að maður sé byggt ákveðið það fyrirfram og það var áður en að þú veist ég kom staðið að þetta væri svona mikið langtímamál sko, en svo náttúrulega bara þegar ég fer inn í þetta þá sé ég bara sjálfur þú veist en sko markmiðið okkur var að sem sagt, gera fyrirtækið setja það sem sagt, undirbúa fyrirtækið fyrir það að geta vaxið fyrir alvöru á erlendum mörkuðum og það gerir þú ekkert nema að þú sért búin að ég tala um svona ákveðna grunnstóðir sem þurfa að vera til staðar og það eru náttúrulega fólk skiptir öllum máli, það er náttúrulega bara mikilvægast stóðan af þeim öllum, það er að þú sést með teymi sem sagt í kringum þig sem að getur sinnt þessu verkefni og það er raun og veru ekki öðruvísi heldur en bara, þú veist, við erum búin að sjá fótboltaliðið okkar bæði kalla og kvenna ná stórkostlegum árangri og það er bara því að við erum með súperflotta leikmenn og það er bara eins í fyrirtækjarestir, þú þarft að vera með bestu leikmennina og við erum búin að vera að ráða inn til okkar framúrskarandi fólk og það sem hefur verið skemmtilegt til það er að við erum með mikla reynslubolta inn í félaginu fólk sem búið að vinna í bransanum í áratugi og það er gaman að blanda því saman við síðan ungt fólk sem er bara nýskriðið út í skóla og sér engar hindranir í neinu og er jafn vitlaust og ég var þegar ég var að byrja með Subway. Já, það var ekki báðar orkurnar eða? Jú. Það þarf þessa reynslu en það var líka einhvern sem er nú vitlaust til að láta reyna á okkur. Algjörlega og getur spurt, af hverju að gera þetta svona? Og þá má ekki sá sem er búin að vera í áratugum sem við hefum alltaf gert þetta svona, skilur við. Það er rangt svar. Það þarf að vera ykkur ástæði fyrir að við gerum þetta svona. Og það hefur verið virkilega gefandi
og síðan náttúrulega bara það sem að sko, að því við vorum að tala á þannig að þú sért að vinna við eitthvað sem þú brennur fyrir og finnst skemmtilegt og svona framvegis og það svo margt sem ég veist spennandi og skemmtilegt við 66 gráður norður og ég veit eiginlega varla hverju á að byrja en sko fyrsta lagi þá 66 gráður norður að mínum að þetta gríðarlega mikilvægt fyrirtæki fyrir íslenskt samfélag og það jú þannig að við erum þjóð sem byggir fyrst og fremst sögulega á auðlindum. Við erum landbúnaðar samfélag og fiskveiði þjóð og höfum stólað mjög mikið á þessar auðlindir í gegnum tíðina og síðan þegar við fáum sjálfstæði að þá náum við að byggja okkur upp og efnahag þjóðarinnar og síðan kemur orkan sem líka auðlind og við byrjum að virkja og við byrjum að selja orku og smátt hefur hagur þjóðarinnar batnað og dafnað og ekkert annað en gott þetta að segja og þarna eru svona þessar sko, stóðir undir og síðan kemur ferðamennskan og þannig að og hún náttúrulega orðin stærsta svona tekjulegn þjóðarinnar kemur að gjaldeyristekjum ferðamennskan en við Bjarni trúum því að það sé hægt að byggja upp fjórðu stoðina undir íslenskt efnahagslíf og það í raun og veru skapandi greinar og þegar við erum að tala skapandi greinar þá eru það í raun og veru allar greinar þar sem við erum bara að nota hugvit til þess að skapa verðmæti og þetta fullt af hugviti í hinum greinunum líka, ég ekki að segja það en þá ertu nánast eingöngu að vinna með hugvit þú ert ekki að vinna með fisk og hugvit eða orku og hugvit þú ert fyrst og fremst að vinna bara með hugvit og þarna sko það mjög oft talað sko skapandi greinar forritun og það frábært og við erum stórkostlegum árangri með það og flott fyrirtæki sem að koma frá Íslandi og fengið erlent fjármagn og svona en við erum í raun og vera að tala kannski ekkit ósvipað og Danir hafa gert þeir hafa náð framúrskarandi árangri með skapandi greinar og þegar þú býrð í Danmörku að ég bjón í Danmörku 5 ár þá finnur hvað mikil virðing borin fyrir skapandi greinum og allir í hönnun og eins og einn maður sagði við daginn sko, það liggur við gangi stundum aðeins og langt sko, því það aldrei hægt að gera neitt nema að sé eitthvað svakalig hönnun í því sko. Getum ekki setja þetta borð nema að sé þú veist eitthvað sérstætt borð það hanna á hverjum veg og svo framvegis en þetta samt það sem að sko, fyrirtæki sem ná árangri ég sjáðu til þess Apple þú veist, þeir Steve Jobs og hann var náttúrulega alltaf að tala hönnun og sköpun og allt þetta þannig að Íslendingar hafa sko, stórkostleg tækifæri á þessum vettvangi og hér ef þú bara skoðar það sem við erum búin að gera nú þegar bara eins og í tónlistinni við erum með framúrskarandi tónlistafólk sem að hvort sem það hefur verið á alþjóðlegum mörkum eða bara á Íslandi sem hefur náð sko, gríðarlegum árangri við erum með sko, við hefum geggjað myndlistamenn og við Bjarni sko, síðan undir sko, sjóklæðgerðinni þegar við kaupum hana 66 þá rammagerðin sem reyndar sjálfstætt fyrirtæki í dag og rammagerðin að selja sko, hönnun og handverk eftir 470 íslenska hönnuði og handverksfólk þannig að við höfum mikla trú á þessari grein en okkur finnst við Íslendingar ekki alltaf að hafa sjálfstraust en ef við bara förum aðeins yfir sko, til dæmis eins og listir á Íslandi ef þú skoða allir leiklistarlífið á Íslandi við erum algjörlega framúrskarandi og það ekkert ástæði fyrir að lausu við erum að ná árangri núna allir í kvikmyndum og þáttagerð og öðru þannig að grunnurinn til staðar við erum með frábæra leikara, við erum frábæra leikstjóra við erum með frábært listafólk sem að líka getur skrifað og við hefum frábæra rithöfunda við og eins og Einar Kárason hefur bent á við vorum að skrifa yfir 300 bækur á 12 og hvernig var það á 13. öld 300? Já, yfir 300 bækur á íslensku það var engin þjóð í Evrópa að gera þetta á þessum tíma, engin og við þurfum stundum bara að muna það hvað ofboðslega mikil orka skapandi orka á Íslandi og ég veit ekki hvaðan hún kemur við erum náttúrulega hvort sem það í ljóðlist eða bókmenntum eða hverju sem og við þurfum að virka þessa orku og sjálfsögðu ég ekki að segja við höfum ekki gert neitt í því við eigum rithöfundar sem eru þýddir á 20 tungumála og ég bara segja við getum gert miklu betur og sérstaklega þegar kemur að sko hönnun
en þá þurfum við öll að standa saman sem samfélag og við þurfum að trúa því að við getum orðið eitthvað og það athyglisvert þegar þú ert í alþjóðlegum viðskiptum og ég náttúrulega búin að búa út eins og ég sagði þannig í 9 ár og nú ég náttúrulega mjög miklum því við erum náttúrulega með samstarfs þessum fjárfesta sem kom inn til okkur 2018 sem erlendir og mér er svo skrítið stundum að við erum svona pínu minnimáttakennd í okkur Íslendingum fannst þeim þetta flott voru þeir að tala hvað það væri og byrju, okkur ekki við erum bara að gera hluti sem eru bara algjörlega framúskarandi á svo mörgum sviðum ég var bara að horfa á einhverju kvikmyndu daginn með syni mínum Meg og ég var ekki vissi ekki einu af því að svo bara allt í einu byrtist Óla Darri á skjánum við erum bara með hæfilega fólk á svo mörgum sviðum við þurfum bara að ná utan það sem samfélag og þá er okkur allir vegir færir og að mínum að þetta eitthvað sem að við þurfum að leggja mikla áherslu á þessu samfélag, ég meina Latibær annað mál, ég meina Maggi Skeving og það sem hann gerði, mann ekki smá sköpunarkraftur þar og eins og Maggi við talaði, ég meina hann með super teimi í kringum sem það gerir allt saman þannig að við erum búin að gera svo margt og þetta það sem að mér finnst brjálæðislega spennandi við 66 gráður norður við erum að hanna okkar eigin föt og sjá að umheimurinn vill ekki bara borga fyrir það heldur gengur í því stoltur og mjög gaman að sjá eins og bara núna í fyrra þegar Piers Brosnan kom til Íslands og klæddi sig í 66 gráður norður og við gáum honum jakka og svo fer hann út í búðin á Keflavíkurflugvelli og skrifar persónulega miða til mín og skrifar undir hann þakka fyrir jakkan sem hann hefði fengið og keypti síðan fullt af vörum í búðin okkar Já, og sér náttúrulega Sam Smith í þessu og Skepta og Jay-Z og Beyoncé og Já, algjörlega og Matthew McConaughey og fleiri það náttúrulega líka eitthvað sem manni finnst mjög gaman og væntum og svona staðfestir það að fólk sem að hefur ekki bara efnaði heldur öll raunveru heimsins merkir reyna að íta þeim í vörurnar sínar að þau skuli velja 66 gráður norður framar öðru. Finnst þér að þitt hlutverk að hafa sjálfstraust fyrir merkið að þið gætu keppt við önnur og ég meina við erum að tala að 66 gráður norður sé þannig séð í samkeppni við bara North Face þannig séð. Fólk geti valið á milli jakka frá öðru hvoru fyrirtækinu og þú þarft að geta staðarna með þína vöru og sagt bara þetta alveg af gott ef ekki betra. Og mér finnst þetta eiginlega flottara. Sjálfsögðu, ég meina Íslendingar geta keypt hvað sem þið vilja. Ég meina við erum ekkert lokað samfélagið tilliti. Þú getur fara á netið og keypt bara hvaða merki sem þið sýnist. Og svo er verið að flytja mörg af þessum merkjum inn til landsins. Þannig að Íslendingar geta keypt, það er ekki eins og við séum ekki með ykkur á samkeppni. Og þannig að samkeppnin er brjálæðisleg. En þú náttúrulega, og við getum ekkert eitthvað afsakað okkur og sagt að Íslendingar eiga sætta sig við aðeins verri jakka frá okkur að því við erum íslenskt merki og það var íslenskir hönnuðir sem að vinna út í Garðabæ sem að hönnuðu þetta og svo eru þú veist eitthvað ungt fólk sem er að vinna í markaðsdeildinni sem að færi launin á Íslandi sem er að selja þetta og þess vegna átt að kaupa henni jakka það er bara allt gott og gilt en ég vil að kaupa jakka vegna sem hann er flottar og betri heldur en það sem að þú varst að skoða í ykkur annari búð og það er bara svo samkeppni sem við stöndum frammi fyrir þegar við erum úti og þar erum við náttúrulega bara litli kallinn vegna þess að þú nefnir bröndur sem North Face sem er að velta einmann rétt $4 milljörðum og Patagonia er að velta miljardi og Moncler er að velta einmann 2 milljörðum evra eitthvað slíkt þannig að ég meina þú getur ímyndaðir hversu mikið fjármagn þeir hafa til að auglýsa sig og kynna sig og þetta er náttúrulega svona, challenging að þýleitinu til en sjálfsögðu þarf ég að hafa sjálfströstið til að en ég er löngu komin yfir það þetta er ekkert spurning að ég trúi því að sé með einhverja minnimáttakennd gagvart ég veit bara alveg hvað við stöndum fyrir og hvað við getum gert sem vörumerki og það er líka menn verða átt að segja á því að við Íslendingar íslensk þjóð er búin að móta 66 gráður norður og þetta fyrirtæki stofnað á Suðureyri við Súgandafjörð árið 1926 af manni sem heitir Hans Kristjánsson og hann rak þetta fyrirtæki í 20 ár, fyrstu 20 árin og hann fyrir Noregs að læra sjóklæðagerð
og svo kemur hann tilbaka, ég með ímyndar það er ekki eins og til sími á þessum tíma og hann fyrir bara sauma sko sjóstakk og í raun og veru á þeim tíma sem hann gerir þetta þá eru bara opnir bátar en eitthvað veðurspár menn fóru bara að róa til fiskjar og svo bara allt í hennu skalla og hérna sem sagt brjála veður og ef þú veist ekki með sjóstakk þá varst bara dauður þannig að Jón Kalman búin að skrifa í bókinni sinni þannig að hérna, þú gleymdir ekkert stakknum þetta er bara bilið milli lífs og dauða þannig að þú ert í raun og veru með mann sem að hugsa sko ég er bara að fara að bjarga mannslíf ég meina afi minn fór niður með hérna, sínum bát sko, og var svo bjargað og fekk svo lungnabólgu og dó í kjölfarið sko, og langaði minn fór niður og tókst aldrei að bjarga honum sko. Ég meina það eru þú spyrir bara fólki í kringu það er allir búin að missa annarkvort eitthvað mjög nákomin eða þannig að sjórinn og þessi veðuröfl sem eru hérna á Íslandi eru öllum okkur svo nákomin og þegar ég tala um að Íslandingar eru búin að móta 66 gráður norður þá eru þeir náttúrulega búin að hafa áhrif á það hvernig þessar flíkur þróast og við reynum að hlusta alltaf á fólk ég meina við erum með útigalla fyrir krakka sem að bara sér hannaður eftir að kona sem að býr í Hafnarfirði var með strák sem að alltaf leika sér í rauninu og hann reif alltaf gallan og kom alltaf með hann í viðgerð við erum með viðgerðarstofu sko og við gerum við alla flíkur sem að rifna eða brennilásin bilar eða eitthvað og þú getur komið bara næstu búð við gerum við það og hérna og hún sagði bara ég er bara að gefast upp á þessu ég er alltaf að koma henni til eitthvað með þetta og þá sögum við bara við verðum bara framlega bara raunheldan útigalla og það við erum með galla í dag sem heitir Magni og hann er bara raunheldur skilur við þannig að þegar ég sé Íslendingar hafa mótið 66 gráður norður þá er það bara þannig þetta er bara merki íslensku þjóðarinnar og okkur Bjarni finnst ekkit við vera eigendur okkur finnst við miklu frekar að vera bara eins og þegar þú ert að hlaupa boðhlaup við vorum bara að taka á keflinu og nú erum við bara hlaupins rætt og við getum og svo bara erum við að fara að rétta keflið en þegar við réttum keflið að þá viljum við líka tryggja það að þetta fyrirtæki getur lifað í önnur 100 ár Kekja. Ég er ekki að fara að vera maðurinn sem að sko, klúra þessu Nei, en mér langar líka að spyrja þegar þið takið við keflinu Já. þá var það engin lítil ákvörðun þið eru þarna saman með bunga af börnum þú ert 44 ára og þið þurfum hvað, að selja húsið eða íbúðuna til þess að fjármagna þessi kaup Talandum að fara út fyrir þægindarmann Já, það er mitt Já, við seldum svona nýlega búin að kaupa okkur hús og það var ekkert annað sem kom til greina við þurftum bara að selja þetta af því ég var að tala sko, við náttúrulega áttum ekki pening og þetta er náttúrulega bara að setja allt sem við áttum í þetta þannig að við gerum það, við seldum ofan á okkur og fórum bara leigumarkaðinn og það var maður getur hlegið í núna sko, við fluttum 8 sinnum á 8 árum Já og að því við það má hlæja núna Já, að því sko, þú ert alltaf svona já, nú, þetta er síðasta leiguhúsnæði sem ég er að taka sko og við ætlum bara að vera hérna í ára því þá erum við að fara að kaupa okkur en það var ekkit gaman sko Nei en þú gleymir því bara þetta er bara, það er eitthvað sem gengur í gegnum og þú ert ekkit að velta þér upp á því Nei, en það er svona tilbúin til að taka sensin og ég meina eins og þú ert búin að tala núna síðustu mínúturnar með þessa framtíðasýn og hvað tækifæri þú sást í 66 gráður norður Já. og það sem ég kannski reyna að benda á með því að spyrja út í þetta er að þú tókst áhættu og hún var fjárhagsleg og þú ert með fjölskyldu sem að svona, kannski þú berð líka ábyrgð á og þú þurftir alveg að leggja eitthvað undir þarna það er talandi þægindarhring og taka áhættur og eitthvað svona sko, þetta er merkilegt hvernig fólk getur verið að ég til dæmis ég er alveg rosalega bleiða þegar það kemur að einhverju svona áhættu til dæmis einhverjum stökkum eða vera ég með mjög loftrættur og erum að tala að ég fara fram á einhverja brún eða síga eitthvað og ég er bara algjör aumingi sko en þegar það kemur að einhverju svona sem að sko þá er ég ekki trættur það er aldrei einn ótti í mér eða ég bara trúi því að ég muni geta leyst þetta það er eitthvað í mér bara sem að fær mig til að trúa því Já, það er einmitt maður er mismunandi og Já, sem betur fyrir eru við öll mismunandi og þú náttúrulega þú ert búin að vera í 66 gráður allan tíman með Bjarneyju konuninni
og þeir hljótið verðlaunin markasmaður ársins saman árið 2019. Já, ég enda sagt það í grínu alvöru sko, ég hef nú verið algjör farþegi í þeim verðlaunum sko. Já, er það hennar megin? Já, ég meina þú veist, hún búin að kenna mér allt marketing og branding sem ég kann sko, þú veist ég og alltaf að kenna mér eitthvað nýtt sko, þannig að hún algjört mastermind þegar kemur því sko. Og hvernig byggir maður upp svona rosalega sterkt, þú veist, ég meina eins og ykkar fókus núna, er hann meira á útlönd heldur en Ísland eða? Sko, Ísland alltaf okkar fyrsti fókus. Ég meina, 66 kr. norður íslenskt vörumerki, við erum vörur fyrir Íslendinga, ef við hættum einhvern tímann að vera vörur fyrir Íslendinga, þá búin að vera. Og við sagðum, við vorum alveg sammála það, Bjarni, þegar við tókum fyrirtækinu að við vildum tryggja það að við vorum að fara styrkja vörulínun okkar, að það veri vörur sem Íslendingar myndu vilja ganga í og vilja kaupa. Og þannig að Ísland alltaf okkar fyrsta okkar forgangur í öllu og ef eitthvað gengur ekki á Íslandi þá erum við ekkert að gera neitt með það þannig að það algjörlega hreinu og við vildum styrkja stöðu félagsins enn frekar á Íslandi bæði með þessum fjárfestingum sem ég var að tala áðan í nýjum verslunum og svo framvegis og við vissum að ef að íslenska þjóðin stendur með okkur þá getum við farið með þetta til útlanda og svo bara koma útlendingar til Ísland og ég sé bara alla í 66 kr. norður ég menn þeir hljótið að vera að gera eitthvað rétt þannig að sko þegar sko forgangurinn hefur algjörlega verið Ísland en hins vegar sko það alveg ljósta þegar við fengum inn fjárfesta og það var alltaf hugmyndin að fá inn fjárfesta sem myndu geta hjálpa okkur að byggja þetta upp til lengri tíma erlendis og það að þá fórum við náttúrulega fjárfesta mikið í úti, vorum búin að opna 2 búðir í Kaupmannahöfn og eiginlega bara svona til þess aðeins að prófa okkur áfram að opna verslanir erlendis en við vissum alltaf að við myndum stíga þetta alvöru skref fram á við þegar við varum komin réttu partneran inn og nú erum við komið þeir komið inn 2018 og við réðum síðan í kjölfarið inn það sem við köllum á ensku Global President eða framkvæmdastjóra í raun og veru fyrir erlendu starfsemin okkar og hann staðsettur í London Bandaríkjamaður og hann heitir Matthew og Matthew kom til okkar núna í fyrra 2019 og nú erum við að fjárfesta mjög miklum peningum í til dæmis nýri vefsíð við erum að setja nýja vefsíð í loftið og núna eftir nokkra daga og erum mjög spennt fyrir því og svo þetta náttúrulega COVID búin að hafa áhrif á þú veist svona hvernig svona hegðunarmynstur fólks svona í Bandaríkjunum og Bretlandi og þessum mörkuðum sem við erum að einbeita okkur að þannig að það hefur haft áhrif en við höfum hins vegar ekkert látið það stoppa okkur í því sko, að klára að þróa verkefnið og erum bara á fullri ferð áfram og ég komið því að sko, því að ég var að tala þú veist þegar við erum með sterkt heimi að sko, ég svo stoltur á þessu fólki sem að sko, að vinna í 66 kr. norður þetta algjört svona vinningsteimi að það einhvern veginn ekki búið að missa úr sko bít í gegnum þetta COVID og þetta svo miklu sigurvegarar og hugafar fólk hefur það engar afsakanir það ekki, nei, við getum gert þetta auðvitað erum við búin að leggja verkefni á ís og svona sem að við höfum bara ekki haft tíma í vegna þess að við fórum náttúrulega tekjunur okkar hrundu alveg á tímabili og eru náttúrulega miklu lægri núna heldur en það voru í fyrra þannig að við þurfum að draga kostnaði og við fórum inn í hlutabótaleiðinu sem var nauðsynleg fyrir okkur til þess að bara geta komist í gegnum þetta aðeins að fara í einhverjar fjöldauppsagnir en veist, ég hef ekki orðið við það hvað fólki okkar búið að leggja á sig og standa vaktina í gegnum þetta dæmi sko. Og við vorum með fund með sko, framkvæmdastjórninni í gær og það allir bara full force, þetta bara ég sé að sletta svona mikið en bara allir á fulla ferð áfram bara geggjað og ég held að þetta snúist náttúrulega líka það fyrir þig að bara byggja upp gátt teimi í kringum þetta að fólk sem að kannski drífu þig áfram þegar þú ert ekki alveg með kraftin til þess og náttúrulega öfugt að þú tækir eftir að fólk bara að fara fulla ferð áfram án þess að þú þurfur að reka þig áfram. Já, ég meina þetta bara þegar þú vinnur með topp fólki þá þarf í raun og veru ekkert að mótivera það sko. Það bara algjörlega svona veist, þetta bara fólk sem hvetur sig áfram sjálft og... Þú ert líka með Kárastein með þeirri liði.
það mjög sterkt. Já, einmitt. Það hjálpar. Já, hann ekki bara fljótur að hlaupa. Nei, hann mjög fljótur að vinna líka og fljótur að hugsa. En hvernig tekstir að gera 66 gráður norður og tekst ykkur, að gera 66 gráður norður, merkið sem að bjóð til húun á afa minn og var í fatageymslunni og honum þegar ég var krakki, að merki sem að bara allir úlingskrakkar í dag bara krefjast þess að ganga í og skilja merki með hann eftir hangandi í úlpuvasanum. Af hverju, hvernig getur maður gert merki svona eftirsótt milli kynslóða? Ég meina eins og þú segir, þetta byrjaði fyrst sem sjóklæðnaður, síðan allt í einu vilja litlu systkinum hans eiga þetta út að þetta þykir svo flott og uppáhaldsrapparðinn að labba í þessu og mér langar að skjóta þessu inn í þessu, dóttiðinn sagði mér frá því að þegar þú kaupir 66, því hjónin, þá bauðst henni í afmælisgjöf að velja sér eina flík úr búðinni og hún svona fann einhverja flík sem henni langaði ekkert rosalega mikið í og þáði hann á þetta en þóttu of dónalegt að afþakka. Það var ekki þarna sem að heillaði hann mjög mikið. Já, þegar stórt spurt, það er ekkert eitt einfalt svar við því, Snorri. Þetta eru margir þættir og þetta snýst fólkið og þetta snýst það að vera með rétta fólki með sér liði og en það sem er kannski kjarnin í þessu öllu saman er alltaf varan og þú getur búið til flottstu auglýsingaherferð í heimi, þú getur verið með bestu ferla inn í fyrirtækinu og þú getur verið með flott skrifstofunar eða hvað það er, skilur. Ef varan er ekki í lagi, þá ertu ekki að fara að selja neitt. Gæðin eru grunnurinn. Gæðin eru grunnurinn og þú getur ekkit farið einhverja styttri leið í því. Þú verður bara að búa til bestu mögulegu vöruna og gefa ekkit eftir. Það er það sem skiptir máli. Þá er viðskiptavinurinn tilbúin að koma og kaupa og hann kemur svo aftur. Ef þú ferð að finna einhverja svona, stytta þér einhverja leiðir og segja, það er svo ódýrar efni í þetta og við getum sparað kannski svona eitthvað 10 skall á þessari flík og svona viðskiptavinurinn er endilega ekkert að fara að taka eftir því og þetta sé eitthvað svona, þetta er mjög svipað efni og svona þá græður kannski einhverja 1000 skalli viðbóta á hverju flík. Við erum ekki því. Við notum bara besta. Þetta er ekki sem ég og Bjarni komið. Þetta er bara alltaf verið gert í 66 krónur. 66 krónur eru alltaf staðið fyrir gæði. Síðan alltaf fáum við Völum Elstaðinn sem yfirhönnuð og var alltaf búin að gera stórkostlega hluti með sínu teimi og við erum með algjörlega frábært hönnunan teimi og það er allt hanna hérna bara í Garðabænum og síðan erum við náttúrulega með okkar eigin verksmiðjur sem að ekki mörg fatafyrirtæki hafa í dag. Þannig að við höfum alltaf verið með eigin verksmiðjur, bara frá því 1926. Þannig að við erum ennþá að sauma fötin sjálf og þá getum við algjörlega fyllt öllum gæðum eftir. En við náttúrulega látum sauma fyrir okkur líka, við bara komumst ekki yfir að sauma allt sjálf, þannig að við látum aðra sauma fyrir okkur líka. En þá erum við bara því við erum með svo mikla þekkingu á framleiðslu, að þá getum við svo auðveldlega kanna hvort öll gæði sé ekki alveg eftir okkar höfði. Þannig að þarna er svona lykil atriði í þessu. Það er það að hanna fallega og góða flík og sem þarf að standast allar þessar kröfur sem að við sem Íslendingar gerum til vör og þá mátti ekkert gefa neitt eftir því. Og það er svo mörg dæmi það, þetta er bara eins og, þú veist, Nokia var með 40% markaðshlutdeild í heiminum á farsímum og þeir voru með alveg þvílíkt úrval af símum og þeir voru eitt þekktasta vörumerki í heiminum á þessum tíma. Frábæra markaðsherferðir. Síðan bara, þú veist, mistu þeir taktinn í vöruþróuninni og við þekkjum síðan hvað gerist. Ég meina svo bara allt í einu komið Apple og Samsung og þeir eru bara búin að missa lestinni og það er eitthvað sem að, þú veist, ég get aldrei halla mér aftur eða nokkur annar í fyrirtækinu að þeir nú eru við bara búin að ná þessu nú eru við bara búin að hanna úlpuna. Við erum alltaf að vera að horfa fram á við og við erum að fara, núna í október að hugsa hvað erum við að fara að setja á, hvað erum við að fara að hanna fyrir sumarið 2022.
við erum alltaf löngu búin að hanna 21, allt árið 21 sko. Já, rosalega unnið fram í tíman í þessu öllu saman. Ég er bara svona, það þekkja aðeins til í fyrirtækinu okkur eins og bara vera sketsjúlega myndatökur, þú veist, á einhverjum fötum sem er bara langt frá því að koma í búðir og það bara, og þetta snýst vantar allt bara hönnun, framleiðslu, prómóefni og síðan byrtingar og allt þess að það er eitthvað. Já, og það er sko, það er svo langur tími að því sko, efni sem við erum að nota í flíkurnar okkar, þetta er svo dýrefni og það er engin framleiðandi sem liggur með þetta lagar. Það er alltaf að þið er að framleiða bómullaból. Þetta er alltaf að keypt bómull, bara getur, þú veist, farið og panta hana bara morgun og það er einhver staðar sem á bómull og þú bara getur keypt hana og saumar hann í kvelli og þú komið bómullaból. Ef ég er að fara að framleiða Gore-Tex-jakka, þá þarf ég að vera búin að segja Gore, sko, þú veist, yfirleitt svona 18 mánuðum áður hvað ég hugsanlega er að fara að selja mikið og síðan þarf ég að gera pöntunum mörgum mánuðum áður sko, en hérna, ég ætla að setja flíkina í að vera saumuð sko, þá eftir að sauma hana. Þannig að við, og sama eins og með Polartec og þessa byrgja sem eru sko, okkar lykilbyrgjar, að það er óbúslega langur hérna, afgreiðslutími á efnunum sem að við erum að nota í flíkurnar. Ég veit. En út að ég er með þig sjálfan hérna fyrir fram mig, þá verði ég að nýta tækifæri að fara eins yfir nokkra hluti sem að ég veit að þú ert svona með held ég ákveðna reglur eða gildi í lífinu eins og þú talar að þú settið þér bara það lífstíðar markmið að þú hreyfið þig og ég veit að þú lest mikið til næringu, þú ert mjög fróður þetta, þú ert að fasta, þú drekkur ekki gos og alls konar svona. Getur þú tekið með hans inn í hugarheiminn? Hvað er það sem þú gerir til þess að huga að heilsunni? Og ég meina, þú ert í toppstandi. Þú veist, ég var með Evert Víglundsson hérna, ofur þjálfara fyrir nokkrum dögum og þú veist, hann þarf alveg að hafa sig við til þess að halda í við þig ef hann ætlar að vera eins og þú eftir nokkur ár. Ég held að það sé kannski aðeins og langt gengið að fara líka mér við hérna, Evert. Ég held að líka, en þú ert í góðu standi fyrir fólk sem er að hlusta. Já, takk. Og ég sé þig út að hlaupa og ég veit að þú ert svona... Já, ég mætti þér daginn í hérna, Elliðadalnum. Já, það? Já, þú tókst ekkert eftir mér. Viðstu velveringar? Nei, ekkert máli, ég bara, alltaf ég var ekki Snorri og þetta var Snorri. Það er kannski að ég hljóp svo hægt og þú svo hratt. Já, eða þú veist, ég meina maður þarf að hlaupa hægt til að hlaupa hratt. Já. Hvað ger ég? Já, eða svona sko mér finnst svona praktikin er alveg skemmtileg en ég meina, þú veist, bara það að þú setið það markmið bara einhver svona lífstíðarsamningur, ég hreyfi mig og eins og þú talar að þú ætlaðir að vera 100 ára. Já, hvernig vissir það því? Það er bara svona, maður grefur ímislegt upp. Ég er endar sko, þú fyndið þegar þú segir það að ég ætla að vera 100 ára. Ég setti mér þetta markmið, ég var 25 ára, ég ætla að vera 100 ára. Já. Og hérna, og kannski þess vegna sem ég er svona hræddur að loftræddur og svona. Tryggja það, maður drepist ekki úr ykkur öðru en ykkur sjúkdómum en hérna, svo náttúrulega þegar ég heyri í Tryggva þá hann náttúrulega var 200 ára hvað auðmikið er ég maður, ég ætla að vera 100 ára think bigger. Já, og svo var ég hlusta eitthvað veitalum dag mann sem ætla að vera 156 ára og ég hugsa að ég þarf eitthvað að fara að endurskoða þetta markmið, þetta var eitthvað Helst að þú verður að hugsa stórt. Já, ég held að ég var að hugsa rosa stórt á sínum tíma svo var alltaf búin að horfa okkur sjónvarpsþætti bara viðtölu fólk sem er vel yfir 100 ára og en sko ég hef alltaf haft mikið áhuga á hreyfingu og næringu alltaf meira og meiri og var íþróttum í gamla daga og eitt af því sem ég tók eftir þegar ég var að fylgjast með fólki sinna árangri var að það er mismiklu orku og ég spáði mikið í það, af hverju er það? Er það bara því þú fæðist þannig eða kemur meiri verk og ég mætla með sig hérna þegar ég var nýflutt í Bandaríkjana þá var ég að lesa viðtali Óla Jóhann Ólafsson hérna rithöfund og hann er sko náttúrulega búin að eiga mjög farsælan feril í viðskiptarlífinu en náða að skrifa sko metsölubækur sko margar. Já, ótrúlegt. Já, og menn hafa spurt hann sko hvernig hefur tímið það, ég bara þarf að sofa minni en aðrir og bara einhvern veginn, þannig að hann hefur einhvern veginn meiri orku en aðrir. Þannig að það er svona svo orkuflæðið sé bara sko í lagi og ég hef spáð mikið í sko hvernig get ég hámarkað orkuna mína. Og þannig að þegar ég er vakandi ég sé þá sko með fulla orku til að gera það sem að bæði ég þarf að gera og mig langar að gera og þú nefndi það áðan, ég á börn og svona, við á 5 börn og maður vil geta, sinnt börnunum sínum og svo maður hérna maka og vini og svo á maður sér sjálfan líka og maður þarf líka að gefa sjálfum sér tíma og stundum hefur þetta gleymst hjá manni
að svona, ég kalla að setja sjálfans í fyrsta sæti og þá fyrir að setja eitthvað annað vinnun öllum í fyrsta sæti eða eitthvað og ég manaði það var svona moment sko, það var í Dale Carnegie og ég var að þjálfa námskeið og ég var með annað þjálfara með mér og verið að þjálfa upp þennan þjálfara og ég sagði það í náðan sko, Dale Carnegie byggist mikið á svona jákvæðir í hvatningu og þú veist að alltaf var svona benda fólki á það jákvæða og svona nema það, svo tíminn búinn og við erum svona bera saman bækur okkar ég og þessi þjálfari og hann segir með Helgi mér svona, ég verður bara að segja svo sko, ég er að læra þetta og fannst, ætla bara að vera alveg hreinskilin við þig sko, ég fannst þú ekki vera alveg svona að gera þetta sem að við eigum að gera sko og ég segi nú, hvað mennur fyrir svona þessi vörð sko nei, mér fannst þú bara þú varst bara hálf skammandi fólk hann inni sko, þú veist, ég meina alveg þú veist, nokkri sem að voru ekki alveg að gera það sem er átt að gera og svona en þetta er ekki það sem við viljum standa fyrir sko, við erum þá að reyna að benda fólki á svona jákvæðan og hvetjandi hátt er það ekki annars rétt hjá mér ég segi, jú, alveg rétt og svo er ég bara svona sé ég það bara, hann hefur bara rétt fyrir sér ég var bara ekki að gera þetta samkvæmt bókinni sko og alls ekki eins og ég vildi gera þetta þannig að ég er mjög hugsað þessu og þá fer ég að skoða sjálf á mig og þá fatta ég bara það ég er bara algjörlega búin á því þreytu og talandi um þessu orku og þetta og ég hugsa með mér það er eitthvað að og hvað er að og þá komst ég að þeirri niðurstöðu að ég var ekki að æfa og ég var einhvern veginn alltaf að telja sjálfur með trúið það að hreyfing væri mikilvæg en svo þegar það er því ákveðið svona álag á manni þá hefði maður ekki tíma í þetta þá bara slefti maður æfingum kannski ykkur nokkra vikur og svo gott þessar vikur eru kannski nokkra mánuðir þannig að það er svo brjálæðislega mikið að gera þannig að þú ert kannski ekkert búin að hreyfa þig að viti í 3 ára mánuði og ert náttúrulega bara dottinu öllu formi og það sem fór að gera sem mér er að þá minnkar orkan mín og ég get ekki gefið að mér og ég get ekki gert það sem ég vil gera og þá bara tók ég ákvörðun og ég sagði bara, heyrðu, nú ætla ég aldrei aftur á lífsleiðinni að lenda í þessari stöðu og ég ætla að lofa sjálfum með því, ég muni aldrei æfa sjaldnari 3 í viku það sem eftir er ævinar alveg sama hvað er í gangi hjá mér alveg sama hvað er mikið að gera ekki nefnir bara ég sé bara veist, fárveikur með flensu og bara kemst ekki fram á rúminu eða eitthvað en undir öllum svona þú veist, öllum kringumstæðum nema bara einhvern sárum veikindum og þá myndi ég hreyfa mig 3 í viku og þú hefur haldið í þetta? Þetta við haldið við nánast undantekningarlaust og þetta getur verið að það komið vika sem var bara 2 og kannski mikið á ferðalögum og veist, fannst eitthvað erfitt að vera eitthvað og mikið hlaupa og eitthvað svona en það er svo auðvelt að gera þetta samt, ef þú ert að hlaupa alltaf með skóna bara í töskunni einmitt þannig að og þessu ég fyllt og svo fer maður alltaf dýpur og dýpur í þetta mataræði og pælir alltaf meira og meira í því og það sem er skemmtilegt við þetta sko, þegar ég setti mér þetta markmið 25 ára og 100 ára þá fór ég að leita bókum og svona rannsóknum sko, hvað fólk gerði sem það eru búin að ná háum aldri það var bara eiginlega ekki til ég fann eina bók sem heitir Okinawa program og þá voru þið búin að stúdera fólki í Okinawa í Japan sem er svona svæði í Japan sem að fólk lifið mjög lengi og ég náttúrulega keypti hana og las hana og lærði fullt af henni en það var mjög lítið til og ég man alltaf eftir því sko, ég las grein mitt í Wall Street Journal og þá voru þeir að tala um sko að það hefur ekki spyrt fullt af fólki og reyna að finna eitthvað svona samnefnara hvað það væri sem að fólk sem næði háum aldrei hefði gert og þeir svo basically engin niðurstaða önnur en svo að við svona kannski ekki vísindalega en þegar við vorum að ræða þetta fólk þá var mjög algengt að hafa húmor já, ok og svona hafði gaman að lífinu og svo tóku við sem dæmi sko að sem sagt þá hefði verið að tala við einn mann sem var mjög gamall og hann hafði sagt sko já það kom hérna maður daginn og hann ætlaði að selja mér sem sagt svona sparireikning sem var bundinn og það var bundinn í einhverja 6 mánuði sko, það átti gamlega legg inn á sko, ellilífeyririnn og einhver svona sparireikning sem að fengi þá eitthvað hærri vexti að því að hann var bundinn sko og þá var þessu gamli sagt bundinn í 6 mánuði, er þetta að grínast? Ég kaup ekki einu sinni græna banana, ég er nú svo gamall
þannig að ég held að þetta sé líka bara að hafa húmor fyrir sjálfum sér og hafa gaman að þessu og vera ekki of svona mikið upp á þráð með þetta. Ég meina eins og bara þessi svefnumræða núna, hún mjög mikilvæg, því svefni gríðarlega mikilvægur. En við skulum líka bara horfast í augu það fullt af fólki sem 100 ára og eldra, það bara búið að eiga svefnlausar nætur og alveg börn og lendi í erfiðleikum og vera með áhyggjur og ég meina það var maður sem að minnir hafi verið elsti maður sem að sko á jörðinni, hann var í Ísraeli 122 ára, svo kom það í ljós og hann hafi verið í fangabúðu nasista sko. Ekki segja mér að hann hafi alltaf fengið heilstæðansvefn og hvað þá næringu og allt þetta sko. Þannig að við þurfum líka bara, svo ertum við fullt af fólki sem bara ekkit endilega alltaf að borða það besta en það bara lifir lengi vegna það bara það líka bara með hausínlægi sko. Já, og bara samskipti og bara svona... Já, það svo margir þættir sem hafa áhrif á þetta. Þetta ekki bara matar á hreyfing. Þetta matar á hreyfing, svefn og svo líka samskipti og hvernig þú hugsar þig og ertu jákvæður og þannig að það er engin ein töfralausn og svo náttúrulega gen og annað sem hafa áhrif á þetta líka þannig að en það sem ég ætla að segja sko er að þegar ég var 25 ára setjum með markmið svo lítið til í dag þá ertu bara með sko fleiri hundruð, ekki þúsundir af bókum sem þú getur lesið sko heilbrigði mataræði, hvernig þú ert að lifa lengur, hvernig þú ert að haga þér og svo framvegis og það náttúrulega mjög skemmtilegt hvað búið að vera að rannsaka þetta mikið og svo líka bara framfarinnar í sko læknavísindum og annað menn að stúdera eins og þarmaflóru og þetta allt sem mjög áhugavert og ég alveg reyna að lesa allt sem ég get þetta vegna þess að þetta alveg svona ný sín á þetta alls saman. En ég dáði svolítið að þessu sko, þú reynir að lesa allt þetta og þú veist, þú ert að lesa tónlist og þú ert að lesa ævisögur annarra og þú ert að lesa mjög mikið. Þú ert líka að sjá til þess að hreyfi þig en sko það er svo gott að hafa svona fordæmi út af því að þú ert líka að stjórna risastóru fyrirtæki og menna það erfiði tímar en samt þú missir ekki úr slag út af því að þú veist, þú ert bara búin að setja þér ákveðin markmið og þú bara gengst við þeim, bara allt eitt líf verður þetta aldrei erfitt fyrir þig, verður þetta aldrei of mikið og ég veit sko, mér langar svolítið að snúa sér áttina því að þú ert svolítið heltekinn af tímastjórn. Já, ég var það bara mjög sem úlingur keypti mér svona, var kallað time manager, svona einhver leðurbók með svona einhverjum blöðum og áttur að skrifa niður og einhver dagskrá og minnur þetta að verið danst dansk bók þannig að ég hef alltaf verið mjög upptekinn af því hvernig hún nýtir tíman sko, ég veit ekki hvort þú séð þátt á Netflix sem heitir Inside Bill's Mind sem er þátturinn Bill Gates og það er áhugavert til að vera að tala við sko, aðstofkonunars og hún segir sko, þeir segja hvað er Bill Gates stundi sem segir, já hann er alltaf mættur raun tíma já, hann sko nefnilega veit það að hann þarf að nýta tíma sem vel sko, hann hefur bara líka 24 tíma í sólurinn eins og við öll hinn það er eina sem hann getur ekki keypt og það er eitthvað sem ég gerir mig grein fyrir sko snemma er að við höfum bara 24 tíma í sólrunum og það er bara hvernig ætlar að nýta þessi tíma ætlar að sofa fram á hádegi svo þegar þú vaknar ætlar að þá fara að horfa á Friends skilur eða hvað ætlar að gera ég er ekkert að segja að það sé ekki gott að horfa á Friends ef að þú ert alveg búin að keyra það út og bara langar að slaka á og bara þá ferður bara að setja Friends á skilur og hvílir þig og þá er það bara allt í góðu sko en ef þetta er orðið minstrið hjá þér og svo ert að spyrja sjálf á sama tíma akkur er ég ekki að ná árangri svarið er óskup einfalt sko þannig að þetta snýst náttúrulega rosa mikið bara hvað ákveður að setja tíman í og þú spyrir hvort þetta sé erfitt jú, ég meina ég er náttúrulega bara svo allir aðrir stundum er maður bara þreyttur og nennir ekki ykkur eða þú er búin að ákveða eitthvað og þú ert að fasta og þú er búin að vera í 2 sólarhinga og þú ert ekki búin að borða neitt nema að drekka vatn Þú ert alveg þarna? Já, ég meina svo bara hugsaði þú veist að ekki að þrauka fram á kvöld og þá er ég búin að ná sko hugsaði einhverjum 7-8 tími viðbót þegar ég vakna í fyrramálið og yfirleitt ekkert sangur þegar ég vakna þannig að maður fyrir bara í gegnum í hausnum skilur þú veist og svo bara ok, þá var maður að fara að taka svo vaknaði maður morgunin þess að já, ég náði nóttinni þú veist og svo, þetta er bara En með svona tímastjórn út að í þessu viðtali sem ég talaði í byrjun það sem þú varst útvarpsmaður ungum aldri þá varst við að tala með að langa ekki að vinna í sjónvarpi og þú ættir ekki sjónvarp því að þótti að vera tímaðisla
að horfa á sjónvarp og ég veit að þetta er nú ekkert eitthvað svona stór orð en þú svona bara nefndi það að þetta væri tímaðisla og maður langar svolítið að spyrja þig út í það út af því að þú pælir svona mikið í tímastjórnun snjallsímar núna þú veist ég meina fólk er bara svona held ég örugglega meðalagi 1,5, 2, 3 tíma í símanum og ég meina margt af þessu er mjög svona skilvirt og vinnutengt eða ég meina fjölskyldutengt og er nýtað í góða hluti en er þetta eitthvað sem hefur reynst þér erfitt? Ég er ekki á Facebook ég er á Facebook skilur þú fundum á Facebook en ég skoða eiginlega aldrei Facebook það er bara það er að taka til mikið tíma hef ég heyrt frá fólki hef ég heyrt þannig að ég er ekki því sko það er bara ég reyndi það eins svona eitthvað að prófa en svo er bara þetta er einhvern veginn ekki gerir ekkert fyrir mig sko en ég er það samt að því að sko mér finnst mjög gott að nota Messenger og mér finnst svona það er verið að setja upp einhverja svona einhverja samkomur og svona og það er sniðut, þú veist að bjóði ammali eða eitthvað svona, reynda að missi alltaf ammalunum sem mér er búið í nema einhver bara ringi í mig, þú veist, börni mín er vilt pappi, vissur að það er búið bjóðir í þetta ammali þannig að þá fer ég inn og reyna að gera eitthvað sko þannig að ég held ég að við setja eina fæslu inn á Facebook En þú ert markvist ekki á Facebook eða hvað? Nei, ég bara er ekkert á Facebook ég meina, ef ég dett inn þá er það kannski bara ég fæ eitthvað svona, það kemur svona kannski upp á síman eitthvað, það er eitthvað og þá kannski fer ég inn og kíkja á okkur 2-3 myndir en það er eiginlega bara ekki neitt sko. Og bara þetta heillaði ekki eða hvað? Nei, það gerði ekki sko. En Instagram og þess að Já, Instagram er náttúrulega bara vinnutæki fyrir mér sko, Instagram er einn mest notast svona, mest nýtt í miðillin í þessum bransa sem ég er í og við erum að nýta 66 á norður, við erum með yfir 100.000 fylgjendur á Instagram og það er búið að vaksa mjög hratt, ég meina 40.000 bara fyrir rabbar eða eitthvað, þannig að það er að vaksa mjög hratt og ég vissi það að sko ég væri ekkit, þó við séum að nota Facebook líka, skilur sem fyrirtæki, þá sá ég bara hvað Instagram er sko ofboðslega svona áhrifamikill miðill í okkar sko, svona sagt hjá fyrirtækjum eins og okkur og bara í fatageranum og þá hugsaði ég bara með ég verða að læra hana miðil og þess vegna opnaði ég sko Instagram og er bara að leika mér aðeins þar sko, bara eins að þú veist prófa þetta og finna hvernig þetta er að því þá finnst mér ég vera viðræði hæfur sko en þegar ég ræða við sko fólki sem eru að vinna markaðsdeildinni hvort þau með einhverja Facebook herrferð ég er bara að verða veikina þú kemur alltaf tómum kona þar sko ég skil alveg hvað við getum gert og svona en ég er ekki svona almennilega inni ég er miklu betur inni sko ég skoða greiningarnar á Instagram og hverjir eru og hversu margir er að hafa sambandið okkur og svo framvegis. En svona fyrir þig sjálfan, þú ert ekki lendið í kviksyndi að vera allt í einu bara búin að eða 3 klukkutímum á Instagram yfir daginn? Nei. Ég tel það nú hans jákvæmt. Já, en ég, þú veist, viðurkenni það ég þarf að fara í gegnum þetta, skilur ég þarf að sjá, já, ég meni ég verð að sjá þetta, ég er að fylgja öðrum fyrirtækjum ég þarf að sjá hvað fyrirtæki er að gera og ég kem oft til minns fólk og segja, heyrðu, þessir voru að gera þetta, þeir eru að byrsta svona myndefni eða mér finnst þetta sniðugt sem að, þú veist, höfum við eitthvað spáð í þetta eða getum við, þú veist, eða þú veist, mér finnst þetta okkar fæslur og þú veist, þannig að ég vil hafa eitthvað að þetta segja, sko. Já, ok, skemmtilegt. Þannig að þú ert meira einmitt bara svona hvernig þið getur nýtt ykkur þetta. Já, og ég er ekkert að posta mikið eitthvað svona persónulegum myndum, sko. Þetta posta ég ef ég fyrir ykkur göngu eða eitthvað og þetta er það persónulegt. En þú veist, ég er ekkert eitthvað, held eitthvað ammali og er eitthvað með einhverjum Instagram myndum, þú veist, ég er ekki því. Þetta er vinnu tæki fyrir mér, Instagram. Og svo tími sem ég seti í það er fyrst og fremst vinnutími. Og það er líka áhverjum fyrir að sjá sko, hvernig miðlinn notar ekki bara fyrirtæki myndir einstaklingum líka því að það er náttúrulega fullt af einstaklingum sem eru bara orðnir fjölmiðlar í gegnum eins og Instagram og það er líka áhugaverð að sjá það hvernig það þróast og við erum náttúrulega að vinna með mikið að slíku fólki bæði hér á Íslandi og erlendis sem að þú veist, kallar áhrifavaldar eða hvað er að gera og þetta skiptir máli og ég þarf að vera inn í þessu líka og ég þarf að fylgjast með þessu fólki, ég meina við erum að vinna með einhverjum áhrifavaldi, ég meina er hann að setja eitthvað inn á Instagram eða þú veist, hvernig fór hann með þetta vöruna og svo framvegis, hver voru viðbröðin og... Þú ert alveg með fingurna í þessu? Já,
það bara, þú veist, það fylgir starfinu bara vera á gólfinu já, það er dálítið þannig Jú, mér finnst rosa gaman að líka á gólfinu mér finnst gaman að, þú veist, fara í búðirnar og ég myndi alltaf vilja gera meira því mér finnst, eitt af skemmtilega sem ég geri það er að tala viðskiptaðin á gólfinu já, bara sem sölumæður já gera aftur í jólin því að þú veist að það maður ekki að býða þegar viðskiptaðin komin inn það er alltaf viðskiptaðin það maður getur bara verið að alveg við marga tíma og það er alltaf viðskiptaðinir einmitt, smá svona eins og þegar Tommy fer sjálfur á grillið sko. já, það er bara geggjað sko. já, einmitt, og koma þarna og bara eigandi sjálfur er afgreða það er bara langskemmtilega sko. einmitt, en mér langar svolítið að spyrja þig hérna út í þú veist, þú ert svona duglegur að taka eftir mannlegri hegðun og ekki sýst hjá sjálfur og hefur unni með hellinga fólki eins og í gegnum Dale Carnegie og sem bara stjórna fyrirtækjum þú á 20-30 aldri sjálfur, kannski svona svolítið leitandi og alltaf að leita eftir einhverju til þess að gera núna ertu orðin 53 ára já. komin á svolítið annan stað er einhver svona ráð sem að þú myndir gefa sjálfur á þessum aldri eða eitthvað svona sem að þú hefði mátt varast þarna og sömuleiðis eitthvað sem að svona þú sérð í þér á þessum aldri sem að þú ert svolítið stoltur af svona eitthvað sem að skilaði þér þeim árangri sem þú hefur náð í dag já sko ég held að þegar svona eitt af þessum sem er kannski ekki öðruvísi við mig heldur en marga aðra oft þegar maður er ungur þá svona sér maður kannski ekki hindrannar í lífinu maður bara svona veður áfram og það er oft talað það að það er ástæðan fyrir því að mörg af flottstu fyrirtækjum í heimi hafa verið stofnuð af ungu fólki ég meina með Apple og Microsoft þetta er bara og Facebook og þetta er bara krakkar basically í menntaskóla eða kannski rétt að byrja í háskóla sem er að stofna þessi fyrirtæki og þau bara sjá engar hindran og oft talaði það þegar því sem menn læra meira fara í meira nám og þá svona fara þeir að sjá alla möguleikana að þetta geti ekki gengið upp en aftur á móti þegar þú ert ungur þá bara veður svolítið áfram þetta er bara einhvern veginn á að reddast þannig að ég náttúrulega var ekkit frábrugðin öðrum með þetta eins og þegar ég fyrir Subway að þetta átti bara einhvern veginn að ganga upp og svo svona eftir að hugsa maður bara hvernig ósköpunum átti þetta að ganga upp en þannig að ég er ég stoltur af því ég held ekki frábrugðin öðrum með þetta en ég allavega hafði þetta element svona mig langaði rosalega mikið að gera eitthvað og stofna fyrirtæki og svona vaða áfram og fullur á svona drifkrafti og svona, ég get alveg verið stoltur af því og ég meina fyrir vikið ekki þú sá sem ert að segja að ég hefði alltaf átt að fara út í nám eða hvað sem og þegar þú varst að tala að þú heyrðir þetta frá öðru fólki já, einmitt og það er sama með það ég er alveg stoltur af því að hafa bara kýlt á þetta ef mér langaði að gera eitthvað þá bara gerði ég það og lét ekki svona stoppa mig í því og ég vildi þetta bara maður sjálfur sem er að stoppa sig af í því ég vildi þinn vesti óvinnur því miður er það svo oft þannig með mann en ef ég ætti að gefa eitthvað ráða þá kannski er eitt sem að ég lærði inn og reyndar svona þegar ég var komin inn í Subway í Danmörku að það er að þú átt að hafa fólk í kringu þig sem veit hvað þú ert að gera skilur, þú ert að reyna að gera eitthvað og þú átt að hafa fólk í kringu þig sem veit eitthvað það sem þú ert að reyna að gera þetta er bara, þú veist, ef við tökum hlaupin aftur sem dæmi, ef við allir eru góður hlaupari þá talar við góðar hlaupara það geta allir farið út að hlaupa, reyma sér skó og farið að hlaupa en eins og við vitum, mér minnir að ég hafi lesið það daginn að 1903 hafi heimsmyndið í marathoni verið 2 tímar og 53 mínútur og fyrirsögnin var fljótasti maður á jörðinni og bara hiltur þvílíkt ég sagði, vá, ef Kári Steinn hefði bara verið að hlaupa þarna 1903 og hvað var hann á 2:17 eða hvað það var nákvæmlega og en auðvitað er það ekki þannig að í dag er bara fæðist einhver ofurmenni og þetta var allt tómir aumingjar 1903, það er bara við æfum öðruvísi við erum búin að læra svo margt og það er svo alls konar aðferðir sem við erum að nota og ég hef sjálfur hatt gaman að hlusta á viðtölum sem þú hefur verið að taka við hlaupara og alltaf tekum maður inn eitthvað nýtt og lærir eitthvað meira og þegar ég var í Subway þá var ég ekkert með neitt sem að ég talaði neitt við Skúla sem að rakst upp í Íslandi og við erum góði vinir og Skúli gaf mér fullt af góðum punktum
og svo var ég líka í góðu sambandi við strákana sem var eitthvað Dominos, Bigga og Tóta og Þórainn og við bárum svona saman bækur okkar og ég læriði heilmikið af þessum strákum en þeir voru búin að vera miklu lengur í þessu heldur en ég, þannig að gátu ekki með svona góða punta en að lokum þá fekk ég mannin í stjórnina sem hafði stofnað McDonald's og ég ringdi bara í hann og sagði bara ég er með þetta og hann var hættur þá, hann var búin að selja sig út úr McDonald's og hókina reynslu og þetta, þarna þegar ég fæ svona mann þá allt í hennu bara sé ég bara Helgi, þú hefði getað sparað þér endalausa vinnu bara með því að spyrja einnar spurningar Já. Bara ekki gera þetta eða gera þetta Samlíkingi með hlaupið þarna að þú ert að tala að fólk 1903 þá bara vissi fólk ekki betur það var bara að gera sitt besta það vissi ekki betur, ég meina menn voru bara að reyna að hlaupa eins hratt og þeir gátu og svo þú veist og menn hlaupa hraðar í dag og þeir eru að æfa með öðrum hætti, þeir nálgast verkefnið að miklu meiri þekkingu og innsýn heldur en menn gerðu 1903 og ef þú ætlar að byrja inn í hlaupum fara þá inn og bara leita að þeirri þekkingu sem nú þegar komið það alveg sama í raun og veru hvað þú ætlar að fást við í lífinu þú finnur bara fólk sem búið að ná topp árangri ég meina ef þú ætlar að fara að lifta og stekka vöðva fara þá bara að lestu Arnold Schwarzenegger ég meina hann er búin að gera þetta allt saman þannig að sko þú veist það er alltaf einhverjir sem eru búin að ná súper árangri í þessu og þeir eru búin að finna einhverja leiðir og þeir eru búin að læra einhverjum öðrum og eins og Albert Einstein sagði þú veist ég stend á öxlum sko risa hann var bara að segja, ég heldur geta sett afstæðskenninguna fram nema því að sko, Isaac Newton og allir hinir voru undan mér sko. og þú veist, við erum alltaf að fara framar og þetta væri ég kannski ekki búin að átta mig á þessum ungum maður og ég myndi segja, þú veist, ef ég myndi hitta sjálf á mig sko. Helgi, ok, þú mikla orku og með stóra drauma og en ef þú ætlar að gera eitthvað viti þú veist, fyrsta lagi sko, findu þá það sem að þú brennur fyrir og því ég var að tala þig náðan, sko, þú verður af ástríðu fyrir því sem þú ert að gera þegar að þú lendir í erfiðleikunum og þegar þú verður að hlaupa brekkurnar og allt þetta og þú þig langar að gjóst upp og þú bara, ég nennis ekki, okkur er ég að þessu að þá segir við sjálf að þig ég er að þessu vegna þess að þetta hefur einhverja þýðingu annarkvæmst fyrir mig eða samfélagið eða fjölskylduna mína eða, þú veist, þetta er eitthvað svona meira heldur en bara peningur eða hvað, skilur og þannig að, sko, ég segi þú veist, myndi segja sjálf að mig reynda að finna það sem brennur fyrir Helgi og síðan þegar þú ert búin að komast að því hvaða er sem að þú myndi bara, þú veist, vinna við þó þú fengir aldrei borga fyrir það að þá skaltu hafa fólk í kringu þig sem að hefur þekkingu á því sem þú ert að reyna að ná fram og það var síðan náttúrulega bara nákvæmlega sem ég gerði síðan og þú veist, var ég með Dale Carnegie í Þýskalandi líka og fekk þýskan partner og svo, þú veist, 366 þá náttúrulega bara fyllt af fólki þar með, þú veist, fókja reynslu og svo, þú veist, þegar við fengum fjárfestan inn núna þá vildi ég fá fjárfest sem vistu meir bransan heldur en ég og þannig að þú ert alltaf að sækja í einhverja, já, bara í fólk sem veit meira hlutina heldur en þú og þetta var sko líka lærði ég svona smátt og smátt bæða veginn reynslu eins og ég var að segja á þann en einn maður sem að ég las mikið á sín tíma var Andrew Carnegie sem var ekki skilt við Dale Carnegie en hann var svona upp á sama tíma á John D. Rockefeller og ég, þú veist, hef haft gaman að lesa þessa gömlu kalla sko og því þeir eru svo miklu brautir í endur og svo margt sem var ekki til sko þau þurftu að finna þetta sjálfur en eins og Andrew Carnegie sko, hann saði bara sko, ástæðan fyrir að ég næ árangri bara, veist, í kringum með bara fólk sem er kláran en ég og mér fannst þetta svona, þú veist, svo fær ég alltaf að fatta þetta betur og betur, já veit, ég er ekki sko, klárast í maðurinn í herbygginu sko, þú veist, ég er svo langt frá því en fólki sem er í kringum mig, það er súper klárt sko og og það er svona eitthvað sem ég myndi ráðleggja sjálfur mér, veist, bara farðu og fyndu fólk sem að kann meir en þú hefur gert þetta og hefur reynslu af þessu og það er alveg ótrúlegt þegar þú snýrið þér til fólks hvað það er tilbúið að hjálpa þér
það bara, þú kemur bara og segir mér langar að gera þetta, hérna, má ég spyrja þér á það og menn alveg ótrúlega mikið tilbúin, það mjög fáir sem að segja nei, ég hef engan áhuga því að hérna, gefa þér nokkuð veganesti inn í framtíðina, þannig að bara gangi vel. Ég ætla að standa í vegi fyrir þig. Já, ég ætla að setja einn á þessari þekkingu sem ég býði yfir að, flestir hafa gaman að því að deila því sem að þeir hafa hérna, lært og gengi í gegn. Algjörlega, og ég meina bara eins og að hafa þig hérna fyrir frá mig, bara að hérna, deila því sem þú hefur lært. Já, sko, að því við vorum að tala að hérna, sko, ég hef gaman að því ef ég get, hérna, hvort sem það í gegnum það að halda námskeið til Carnegie eða eitthvað starfsmaður sem vinnur 66 krónur orður finnur það að hann getur eitthvað tekið frá því sem að ég að segja og náða árangri, því að markmið mitt hefur sjálfur sér ekkert breyst frá því ég var í til Carnegie, mig langar að hjálpa þúsundum einstaklinga að ná árangri, það er það sem gefur mér óbúslega mikið og þegar ég sé starfsfólkið okkur blómstra, það er bara ekkert mér gefandi. Það er sem fólk er að ná því besta út úr sjálfu sér. Já, einmitt og hérna, mér langar líka svona að nefna í samhengi við það að þú ert að tala um að hafa klárt fólk í kringu þig. Heldur það ekki líka svolítið svona standardinum uppi fyrir sjálfa þig og ég veit af því að það var einhvern tímann sagt við þig og ég veit ekki hvort þú getur botnað þessu sögu en hérna bara Helgi, nú erum við komin yfir 30-aldurinn og þá gengur ekkert að halda sér í formi og hérna, þá byrjar maður bara að fitna og maður bara að setja sig við það og það er ekkert mál að falla í þessa grifju að segja bara, það er mikið að gera eins og þú varst að tala um á hann ég er orðinn 30, ég er ekki lengur 20 fólk eftir 30 lítur bara svona út eða bara setja fótinn fyrir hörðuna og segja bara, nei, bara ég held mér ábyrgum fyrir ákveðnum standard hérna á sjálfum mér, eins og þú virðist vera að gera ég meina, þú ert ekki að missa úr æfingu þú ert að passa upp á mataræði, þú ert að passa upp á heilsuna og ert að passa upp á samböndu fólki í kringu þig og þú ert að passa upp á fyrirtækið þitt. Það þarf alveg smá orku í að halda þessum standard uppi. Já, þannig kemur við aftur bara þessari orkustjórnun og svo líka bara vita hvað þú vilt því að og það er kannski þegar ég segi við unga Helga reynda að finna út í hvað þú vilt gera í lífinu er að þú er að vita hvað þú vilt og það er alltaf mikið fólki sem að maður hittist byrju, hvað langar að gera? Ég veit það ekki, bara eitthvað og ef maður veit ekki hvað maður vil gera þá er maður bara að prófa eitthvað starf þú er bara að byrja, ég meina farðu að vinna í verslun finnst þið gaman að vinna í verslun, finnst þið gaman að vera innan fólk og nei, minnst það ekki gaman ok, hefur gaman að tölvum finnst þið gaman að forrita prófa að vinna með það svo kannski brennur fyrir því og þannig að þú verður að finna hvað þú elskar að gera ég meina bara því ég var að vitna inn í Bill Gates á þann og þátt sem ég horfði á með honum þeir voru bara forrit allan sólarhringinn þeir voru bara að finna þess að þeir brenna fyrir og svo þú veist eins og Zuckerberg ég meina hann var einhvern veginn að spurða ræði ég meina okkur seldir ekki Facebook þegar þú gasta og grætt ég maður ekki hvað voru $10 miljarder eða eitthvað svona þá sagði hann bara vegna þess að ég veit að ég mun aldrei fá jafn góða hugmynd og þessa aftur í lífinu og þetta er bara skemmtilega sem ég geri þannig að þú veist og það er það sem að og þetta er oft svolítið erfitt það er oft svolítið erfitt að vita nákvæmlega sumir finna það strax eins og ég held ég sé nú ekki að fara með en að vitlaus ég held að Halldór Laxness að taka þessi mynd með penna fermingamyndina en því að búin að ákveða rithöfundur en það var hann bara 16 ára þegar hann gáði fyrstu bókina já, þannig að þú veist, hann vissi þetta mjög snemma svo eru bara aðrir eins og Ray Kroc sem að spegðu McDonald's hann bara að selja ísvélar og svo var hann að selja ísvélar til 2 bræðra og þeir voru að selja til mikið ís með hamburgerunum og hann er 50 þá og þá kaupir hann sem sagt McDonald's merkið af bræðrunum og byggir þetta síðan upp í heimsveldi sko. Já, það var bara eitthvað farandsölumæður eða ekki? Jó, að selja ísvélar. Þannig að þú veist, sumir finnir þetta snemma, aðri seinna á lífsleiðinni, þannig að þú veist, og ég svo sem byrja kannski meira að spá í þetta þegar ég fyrir til Carnegie þá sem hvað raunverulega langar mig að gera. Og svo, þú veist, þegar ég fyrir 66 þá fyrir þetta bara að vera líka svona stórt samfélagslegt mál að mér langar að byggja fyrirtæki sem getur látið gott þessi leiða í samfélaginu sýnt til dæmis ábyrgð þegar kemur að umhverfinu hvernig erum við að koma fram við umhverfið okkar og nýta hráefni betur og allir þessi þættir sem koma inn á sjálfbærni í dag
þetta eitthvað sem ég brenn mjög mikið fyrir vegna þess að við þurfum og þá bara tala ég bara mannkynið allt saman að við þurfum að við búum bara á einni plánetu sko. Þannig að þegar við erum að gera eitthvað vitleysu einhvers staðar í einhverju öðru landi að þá í lókdagsins snertir það okkur líka sko. Þannig að og þú getur þegar þú átt að stjórna fyrirtæki þá getur þú haft ýmis jákvæð áhrif á samfélagið og svo náttúrulega líka eins og ég var að tala um þessar skapandi greinar það kveikir rosalega í mér að geta skapa störf á þessu sviði vegna þess að ungt fólk sem að í skóla í dag að það langar mjög marga að vinna við skapandi greinar og við erum með í 66 gráð norður erum með sko, markasfólk og lögfræðinga og verkfræðinga og viðskiptafræðinga og svo framvegis í vinnu og það er mjög gefandi að sjá að þú ert að geta búið til slík störf í íslensku samfélagi. Og líka síðan náttúrulega tengsl við umheiminn og mögulega fólk erlendis frá sem með betri þekkingu og getur miðlaðan til Íslands og náttúrulega öfugt líka. Engi spurning vegna þess að svo þú veist erum við búin á skrifstofu eins og við erum með skrifstofu Kaupmannar, við erum með skrifstofu London og svo hefur fólk tækifæri fyrir eins og nú Íslands stelpa búið okkur í Kaupmannahöfn og tækifæri til þess búið á Íslandi með mjög góð árangri og svo getur þú farið og unni á skrifstofan okkar í London og þannig að það er rosa gaman að geta gefið þetta á sama tíma erum við að byggja upp mikla þekkingu inn í samfélaginu hvort sem að þetta fólk síðan heldur áfram að vinna hjá okkur eða fer síðan að stofna sín eigin fyrirtæki eða fer að vinna í einhverjum öðrum skapandi fyrirtækjum á Íslandi og þetta er eitthvað sem gefur mér mjög mikið sko. Ég man reyndar ekki hvað spurningi var hvort það væri erfitt að halda allum þessu boltum á lofti Nei, það var meira bara svona að þú nefndir að hafa klárar fólk í kringu sig og hvort það hjálpi líka ekki bara að halda sjálfum sér á tónum Jú, það er náttúrulega engi spurning ég meina, ef þú ert með sko, fólk sem er sko, superklart í kringu þig ég meina, þá er bara eins gott að þú sért búin að læra heima sko. Þú mætir ekkert óundirbúna fund Nei og ég meina ég er mjög heppin að hafa slíkt fólk sem að ég er náttúrulega búin að vera með fólk í kringum mig sem gefur mér ekkert eftir og það er mjög mikilvægt að þú veljir ekki já-fólk í kringu þig þú ert að vera með fólk í kringum sem þorir að segja Helgi, þetta er ekki alveg málið sko. Ég meina eins og Lárus Velding sem að hjálpa okkur með fjármagnuna á fyrirtækjum með að Lalli sagði sko, einhvern tíma þá vorum við að fara í gegnum þetta ferli sko, ég var eitthvað illa sofinn og fer að eitthvað fund sko, eitthvað vídeofundur og ég var ekki alveg búin að fara yfir öll gögnin og Lalli segði mig, heyrðu Helgi sko, bara gera þig grein fyrir því við erum að byrja þetta ferli núna þú ert að fara að hitta klárasta fólkið í bransanum, í heiminn núna næstu vikunar og þú ert aldrei að fara að láta það gerast aftur og þú mætir óundirbúin á fund, aldrei og það er svo gott að hafa svona fólki í kringu sig sem að bara segir hlutina umbúðalaust og annar maður sem að ég fekk þess að vera stjórnarformaður í 66 í nokkur ár Kristinn Geirsson hann er líka, ég er búin að þekkja Kitta frá því við vorum bara strákar í réttó sko, en Kitti er bara svona gæi sem að hún er alveg sama hvað þér finnstu það sem hann segir hann bara segir það og það er náttúrulega sko ekkert betra heldur en að hafa svona mann með sér því að sko, svo heldur maður að maður sé rosa klár og er að gera eitthvað og segir eitthvað og ég get alveg verið svona samfærandi og passin sko, svo horfir bara Kitti á mig og segir bara nei, þetta er ekki málið það var bara svona Ok, hann er allavega ekki að ljúga mér hann Nei Gott að vera ekki með ómikið að jáfólk það er vel orðað sko, það er mikilvægt átt að því og líka bara vera í þannig standi að maður bara tekur áskorun og tekur orðunum og bara bæti sig ég meina eins og þú veist tala um að það hafi verið eitthvað þreyttur og illa upp lagður og eitthvað svona þú fórst þá ekkert eitthvað bara, þá er þetta bara off þú hefur væntanlega bara snúið blaðinu við og bætt úr og svo náttúrulega, svo verður svo þakkláttur þegar upp er staðið að því það er aldrei gaman að heyra þetta skilur, það er ekki þú hittir einhvern vinið þinn og hann segir, ég var náttúrulega stáðið Snorri og
og þetta var nú ekki alveg málið þarna sko. Það ekkert gaman að heyra þetta, þú ert að leggja þig fram, þér finnst það, þú veist, og svo fer maður svona pínu í svona þó maður kannski ekki segi það alveg, en maður fer kannski svona aðeins að finna til með sjálfum sér og segja svona, já, ég var nú rosa þreyttur og það búið að mikið að gangi og ég svaf illan að 2 nætur á undan og búið að mikla ágera þessu ferðlellur og þú dettur svona í innan pakka og þá rosa gott að hafa fólk við hliðina sem segir bara, hættu þessu væli, hætt að finna afsakanir. Þannig að það bara opbóðslega gott sko. Já. Ég maður alltaf að ég sko, Arna Grant nú annar maður sem ná gríðalegum árangri sem hann að gera, þessum hestum og svo í ræktinu og allir tímaður og Arna stoppa mig alltaf þegar ég að tala á hann sagði bara síðastur áttur samtal sko, það sem að reyna Helgi, hvað var það? Og ég segi bara, vá, þetta sama orði og ég var alltaf að segja fólki í Dale Carnegie, við erum ekki að reyna þetta, annað bara gerum við það, gerum ekki Einmitt. Ég ætla ekki að reyna að mæta til þín í viðtal, Snorri. Ég ætla ekki að reyna það, ég bara mæti eða mæti ekki. Og svo líka svona þetta orð kannski. Ég ætla kannski að gera þetta. Ég ætla kannski á æfingu á morgun. Og það er gott að hafa svona fólk í kringu sem byrju, að það er kannski á æfingu á morgun. Annarkoð ferð á æfingu eða ekki. Nei, fyrir ef ég get. Já, ef ég get. Nei, bara segðu ég fer ekki á æfingu frekar heldur en að vera með eitthvað svona. Já. Og þetta er það sem að sko, mér finnst rosa gott að hafa í kringum mig það er svona já, og ég mamma var svona líka, hún bara veist, ekkit kjátaði, hætti sér væli og bara halda áfram. Já, kemur þetta drif svolítið frá henni? Já, hún bara lét maður alveg fá óþvegið sko. Alveg bara, einhvern tíma kom ég heim úr skólanum með eitthvað lélar einhvern og hún sagði bara blessaður og allir að eyða tímanum svona vilsi og bara vinna á vegstæðinu pappa hennu. Það er hangandi í þetta úti maður og ef við getur ekki lært bara drullar upp á vegstæð og bara mála það eitthvað. Það er gott. Já. En passa þú síðan að meila þessu áfram? Þú veist, ert þú þessi einstaklingur? Sem mín? Já, eða sko ekki endilega til barnana en bara eins og þú talar Arna Grant svona. Þú veist, er Arna Grant mögulega að tala þig sem gæðan sem að stoppar hann af og kemur hann inn á rétta braut? Sko það fyrir aðeins eftir við hvernig ég er að tala. Þú ert alveg, þú ert nefnilega ákveðinn og fróður og veist alveg hvað þú ert að tala og svona og get alveg trúið að það sé líka ansi hvetjandi að vera í kringu þig. Ég sko, mér leiðist til þess að ég er að vinna með einhverjum sem að, veist, endalast að afsaka sig og finna einhver ástæð fyrir að geta ekki gert eitthvað. Veist, ég er ekkert að segja að við getum alltaf leyst öll heimsins vandamál en þetta byrjar allt í hausnum á manni. Þannig að ef þú ert búin að ákveða fyrirfram að þú getur ekki gert eitthvað þetta er bara eins og ég var settur róðravél og svo settur einhverju metrar og ég átti að gera þetta á 1 mínútu og svo byrja ég að róa og ég segja ég er aldrei að fara að ná þessu. Það er bara búið. Það er bara búið, skilur. Og þá segir bara, hvað skilur, þú veist, það er bara, hvað rugl er þetta í þér? Viltu gjöra svo vel og veist, og svo klárar á 59,5. Já. Skilur, veist, og það er engin tilviljun. Þú klárar á 59,5, þú bara ákveður það, ég ætla að gera þetta inn á mínútu og þá bara gerir inn á mínútu. En auðvitað getur komið dæmi þessum klárar á 1:10, skilur. Og þá þarfst þú líka bara að segja, ok, hvað þarf ég þá að gera þess að komast inn í 59,5? Og það er það sem að, þú veist, að mínum að þetta skiptir öllu máli. Þú bara gefst ekkit upp, þú voru bara að halda áfram þanga til þú nærðu þessu, þetta er bara eins og þú veist, 4 mínúta mílan, skilur. Já. Veist, það er bara, þú brýtur þetta niður og fyrir ákveðin kerfi, hvernig ætla ég að gera þetta, svo bara þegar hann hleypur það þá bara, þú veist, kemur bara röðina mönnum sem að hleypa mílun undir 4 mínútum, skilur. Já, þetta kristalla bara hvað markmið eru mikilvæg eins og þú segir bara, það er ekki tilvílun að færa þetta á 59,5. Ef þetta markmið hefði ekki verið þarna, hver hefði tíminn þá verið? Nákvæmlega. Hvað hefur settið við? 103,7 eða þú veist, hvað er það? Já. Og síðan undir mínútunni, þá eitthvað deginn, já, einmitt. Það leikur markmið, maður setur bara viðmið. Já. Og ég las mjög góða bókun daginn sem að var einmitt að, þú veist, það sem maður voru að tala sko, hvaða er í raun og veru með ólíkindum hvað við ákveðum fyrirfram hver mörk okkar eru. Þú veist, þannig að bara eins og með 4 mínúta míluna sem er svona ágætis dæmi það, skilur, það sem enginn var búin að ná því. Og við erum svona fyrirfram búin að gefa okkur það. Ef ég hleypa á þessum tíma eða ef ég lyfti þessu, þá hljóti það að vera það sem við erum fyrirfram búin að segja okkur og svona, og þetta er svo ótrúlega mikið í kollinu á mér, sko, eitt sem var mjög mikið í kollinu á mér, það var það að ég væri bakveikur og ég fæ fyrst í baki þegar ég er svona 21 árs
Fínt að þekka Berg þarna. Já, mjög gott sko en það hérna, veist, oft hringt í Berg og hafa bóðið mér heim til sín og svona, mjög gott að eiga svona góðan vin sko en eitt sem Bergur bendi mér alltaf á líka sko, því Bergur horfir alltaf svona heildrænt á þetta, veist að hann sagði þú horfa á alla þætti sko, ekki bara hvernig þú ert að beita þeir heldur, þú veist líka hvað að gerast í lífinu andlegt og næring og allt þetta þannig að það er svona geggjað að tala Berg sko, hann alltaf horfið svona heildrænt á þig sko og hérna bara svo ég komið þér í það var sko mammas Berg sem að sagði mér að hætta að drekka gos og bara nammi, þannig að þessi fjölskylda hefur haft mjög mikið lári á mig. Já, þú sagði mamma vinna, já, okay. En hérna síðan þú veist er ég að berjast því svona bakverki í mörg ár sko og svo greinst ég með brjósklos og þetta er bara sko erfiðastu verki sem ég hef fundið á ævinni sko og þetta er bara þannig, þú veist, þú fær bara svona tak í bakið og hérna og þú liggur bara og þú getur ekki hrifti og þú kemst ekki einu sinni fram úr og þú veist, bara pissar í flösku og þetta er bara hræðilegt sko og veist, ég segi að það er sennilega einn verkur sem er erfiðar en þessu, það er að eiga barn held ég, veist, það er bara, hérna, við kallmennum sem miklu aumingjar, veist, en konur eru miklu svona, þú sér að líka bara í ultramarathonunum, sko, þá eru þær að sækja á kallana, sko, en voru betri, þannig en sko, síðan, sko, fer ég og Bjarni kona mér segir, þetta getur ekki verið og sér svona, sko, veist, þú ert mjög heilbrigður maður, hvað því ég var einhvern að fylgja öllu svona sem að sko, Bergur var að tala um sko. Svona, getur eiginlega ekki verið bara ég eigi að vera svona slæmur í bakinu sko. Og bara reyna allt sko. Nema að fara í uppskurð og ég vildi bara ekki fara í uppskurð vildi ekki láta krukka í mér samt að búið að segja mig að vera með brjósklos sko. Og búin að fara í svona sneiðmyndatöku og bara búið að sína fram á það þannig ég fer á netið og hérna fer eitthvað að leita finn bók sem heitir Healing Back Pain. Herru, ég er búin að hugsa allan tíman, ég verða að nefna þessar bók við hann. Já. Þú ert í alveg búin að lesa hann? Já. Ég las hann fyrir 10 ára síðan. Geggjað. Já. Og ég hef ekki fengið í baki síðan. Þessi bók tekur svolítið svona hugan inn í þetta, eða þengi? Sko, ég ætla bara ekki að segja neitt, vegna þess að ég segi alltaf við fólk að hérna, sko, lestu bara þessa bók. Hann er sko bæklunarlæknir, hann Johnny Sarno. Og sko ég veit ekki hvort þú þekkir hérna útvarpsmann í Bandaríkjunum sem heitir Howard Stern. Já, bara ég nákvæmlega þannig sem ég komst að þessari bók. Já, var það? Í gegnum viðtal sem að Howard Stern tók við hann. Já. Nei, fyrir ekki, hann var að tala um þetta viðtal við hérna Conan O'Brien og var að segja honum frá þessari bók og þetta hafi lagað verkins. Ég vissi ekki hann hefði tekið viðtal við. Jú, hann tók viðtal við Johnny Sarno og það er mjög super skemmtilegt að finna viðtal. Howard Stern er náttúrulega algjörlega frábær. Ertu búin að sjá bíómyndina hans? Nei, þú verður að sjá hana, hún er æðisleg. Okay, já, en hérna, sko Howard, Johnny Sarno gefur út þessa bók, Healing Back Pain eftir að vera búin 27 ár baknulegnir hann sem er náttúrulega mjög miklum erfiðleikum að hjálpa fólki sem var með bakverki þannig að hann fyrir að spyrja af hverju er þetta ekki að virka og þetta er náttúrulega bara eitt algengasta mein í heiminum og einn algengasta ástæðan fyrir til þess að fólk getur ekki unnið vinnuna sína og ég var þannig sko að ég bryti bara voltarinn eins og brjóssykur þegar ég var sem vestur sko og því þú veist þetta bara var svo hræðilegir verkir sko bara þess að komast í gegnum daginn sko svo lesi þessi bók og þetta er nú fljótlesin bók tekur bara eitthvað 3-4 tíma að lesa hana og hún líka til á hljóðbók og hún var breytt í lífið mínu ég hef aldrei brutt voltarinn töflu nýja aðra verketöflu síðan ég las bókina, leta hana frá mér Það er magna Það er algjörlega magna, sérstaklega þegar þú ert búin að vera að berast við í 20 ár. Einmitt. Og síðan sko, þú veist, þegar maður sér svona töflur yfir bakverki á móti, sko, ég held að sé eyðing á brjóskinu og þegar þess að diskarnir eru byrjað að nuttast saman, bara til þess að lýsa þessu mjög einfaldlega, en það er skilningur minn ekki mikill á þessu. En þetta bara helst ekkert í hendur í rauninni, þú veist, því meiri sem eyðslan er því meiri er verkurinn, þetta er bara alls ekki línulega fylgjandi og ég meina það segir mann nú að eitthvað er búið við þetta. Já, en það sem er svo gott í þessu bók er að hann tekur að því hann er sjálfur sko baknulegnir, hann tekur allar þessar staðreyndir sem að og setur það fram á mjög svona lógískan hátt og já, þannig að ég mæli með þetta John E. Sarno, Healing Back Pain ef þeir eru illt í bakinu og verður að hlusta helviti margir að hlusta sem eru með einhver reymslega þannig það er bara, veist
algjörlega. Bara fylgikvilli. Já, Helgi, mikið búið gaman að spjalla við þig. já, sömuleiðis. Ég ætla bara að fá að þakka þér kærlega fyrir að koma og segja okkur þína sögu. Þetta er ansið magna og ég er líka ánægður með þig að eins og á tækir eftir það er mikilvægt líka að miðla þess áfram og ég er mjög þakkláttur fyrir að þú hafir gefið okkur tækifæri á að fá þennan fróðleik frá þér í þessu spjalli. Mín var ánægjan. Sömuleiðis þakkir til þín, kæri hlustandi, fyrir að vera með okkur í gegnum allt þetta spjall. Ef þú hafði gaman að þættinum, þá getur þú sýnt þinn stuðning á snorribjörns.is eða patreon.com/snorribjörns og lagt nokkra 100 kalla til. Einstaklega vel metið. Takk sömuleiðis allir sem að styðja við baki á þættinum nú þegar og heyrumst í næstu viku.